Leið og þessum inngangi lokið ætla ég að renna við hjá Eldum rétt og sækja mér matapakka fyrir vikuna. Eldum rétt að kryfja matreiðsluhæfileika mína til merkjar með góðum hráefnum og góðum uppskriftum. Það þarf ekki lengur að spyrja sig að því hvað sé í matinn í kvöld, það þarf ekki að spyrja sig að því hvað maður þarf að kaupa í matinn og það þarf ekki einu svona að spyrja sig að því hvort maður ná í búðina fyrir kvöldmat. Því Eldum rétt slær allar þessar flugur í einu höggi. Þjónustan virkar þannig að þú ferð inn á eldumrétt.is, skoðar matapakkana sem í boði og hvaða uppskriftir þeir bjóðu upp á fyrir vikuna. Þú velur matapakkan sem þér líst best á og hún með skutlað rakleiðis upp að dyrum til því. Hvort sem út að reyna að borða hollari mat eða þið langi að pröfa vegan mataræði eða hvað það nú þá Eldum rétt mjög góð viðbót við eldamennskuna því uppskriftirnar eru fáránlega bragðgóðar og kenna mann í rauninni hvað hægt að gera með hvert hráefni fyrir sig. Ég veit til dæmis af nokkrum sem hafa nýtt sér Eldum rétt til þess að fá fleiri hugmyndir af vegan uppskriftum og svo fólk eins og ég sem kann bara ekki neinar uppskriftir og þurfti bara að fá hugmynda einhverjum rétti hvort sem hann var vegan eða ekki. Sama hvað þú vilt borða, þú getur valið fisklausan, paleo, heilsu, sígildan, léttlagaðan eða veganpakka eftir þinni hentisemi og þú fær ferskt hráefni fyrir máltíði vikunar í hárréttum skammtastærðum svo engin matur fær til spillis en Eldum rétt mjög kært að minnka matarsóun samland okkar og ekki nóg með að leysa matarsóun og vandamál heimilisins þá gefa þau alla sína umframframleiðslu til Fjölskylduhjálpar Íslands. Kíktu á uppskriftir vikunar á eldumrétt.is og þú getur lagt inn pöntun fyrir næstu viku fyrir miðnætti hvers miðvikudags. Ég mæli hiklaust með þessu, mér finnst gaman að elda og ég er góður í því. Það er að segja þegar ég fæ allt hráefnið í réttum skömmtum og nákvæmar leiðbeiningar hvað ég á að gera við það. Ekki nóg með að ég mæli með hollu og góðu mataræði, heldur mæli ég líka með frostinu sem í gangi þessa dagana og sérstaklega að þið klæði ykkur upp og farið út að hreyfa ykkur í. 66 gráður norður í samstarfi við The Snorri Björns Podcast Show Inc. EHF ætlar að gefa hlustendum podcastins 20% afslátt af öllum hlaupatengdum fatnaði á 66north.is. Ég ætla samt að taka það fram að þetta miklu meir en bara einhver hlaupafatnaður. Ef þú vilt yfir höfuð að leggja leiðin út í frostið, hvort sem maður að labba út í bíl, frá skíði eða bretti eða bara göngutúr, þá er 66 að bjóða upp á vatnsalda jakka, vesti, peysur, innanundir fatnað, buxur, bóli, langarmabóli, húfur og hanska. Allt á 20% afslætti með kóðanum Snorri Björns á 66north.is. Að því sögðu að þetta hlaupafatnaður, þá ég sjálfur að hlaupa í Staðarfell Neosel jakkanum. Neosel fyrir það fyrsta mjög nett nafn á jakka og í þokkabót hann vass- og vindheldur. Hann skrjáar ekki þegar þú hreyfið í honum, hann teygjanlegur, hann andar vel og hann heldur á þér hita. Þessi jakki hiklaust að gera hlaupin auðveldari fyrir mig þessa dagana. Það bara, það meira svo svona, ég hef meira þess að smá gaman að því hversu kalt það úti þessa dagana og mana mig upp í að fara út að hlaupa í þessu veðri. Það frekar þreytt að klæða sig í einhvern bómulla langarmaból og hettupeysu yfir og halda þetta andi bara aðeinslega í -10 gráðum. Góður fatnaður lykill að góðu hlaupi. Þetta sagði ég. Farðu inn á 66north.is, þar á forsíðinu sérðu hvaða fatnaður í boði. Notaðu Snorri Björns, SNORRIBJORNS afsláttakóðan fyrir 20% afslátt og farðu svo út að hlaupa. En í guðanabæðunum klædduðu vel. Gestur minn í dag góð blanda af krúttlegum og góðhjörtuðum einstaklingi plus þessum svona bad boy rappara lífstíl sem hann lifir. Flóni skaust á stjörnuhiminin umtalaða með plötunni Flóni undir lok árs 2017 og hefur látið lítið fyrir sér fara síðustu mánuði enda unni hörðum höndum að nýrri plötu sem ber titilinn Flóni 2 og kemur út á miðnætti í kvöld og með útgáfu hennar þá má samkvæmt fyrsta lagi plötunar segja að Flóni Já, en það er rétt. En það er líka svona einhver þykkt í þessu, það eins og þetta sé svona puffy. Mér finnst það gæðið, sko. Þetta er main svona skemmta kollektiv eitthvað svona dæmi. Mér finnst það bara svo fyndið að þetta eins og segja, þetta lítur út þessi hitabóks, þetta svona, þú setur nestið í og það virkaði ekki þannig, virkar ekki hitabóks þannig, þeir eru svona með eitthvað svona álgæði utan á Jú, eða ég held að það var svona kæli, sko. Já, kæli tótt. Já, ég er ekki með þetta hreinu. Nei, allt í góða. Herru, klárið þetta? Já. Friðrik Róbertsson eða Flóni. Enn eitt crossfitarinn mættir í stúdíu. Andjók, sko. Velkomin. Takk fyrir það. Þú átt glæstaðan crossfit-feril að baki. Vissulega. Ekki komin tíma á að rifja hana eins upp út af að ég var að mynda að spá í þessu nickname á hann, sko, Flóni. En þú ert búin að heita í símanum hjá mér, sko, Frikki Snats í einhver ár. Var þetta því ég var snatsaðan og misti stengina haus? Manstu? Ég man.
Ég var vídeo á því. Áttu vídeo? Ég hef á vídeo á því. Herri, ég var að hugsa á hann. Ég var í alveg að hugsa, ég væri milljónumæningur ef ég ætti það vídeo. Ég á þetta vídeo. Þetta bara á tölvunum minni, sko. Þetta hræðilegt. Þetta var 70 kíló snatch eða eitthvað sem fókið på beint á hausum minn, sko. Þetta var hræðilegt, þetta var svo skemmilstilegt, sko. Þetta var líka eitthvað svona, ég og Hinrik vorum hann og þú eitthvað, strákar, getið þið horft á lyftuna til að sjá eitthvað, hvort að ég að laga eitthvað. Alltaf þessum gæja, sko. Á nakkan á þér og tekur kollnís yfir stönginu. Ég tók kollnís yfir, og líka þetta setti eitthvað svona í mig að ég var ekki að fara að snatcha aftur 70 kílóum. Þetta setti eftir sig eitthvað svona lítið sko. Bara þetta heldur snatch, sko. Átti þetta á vídeo? En ég var vissulega með góðan crossfit-feil, sko. Þú veist, þetta var skemmtileg tímar, sko. Þetta var gaman, sko. Já, ég held að komi mörgum á óvart að þú varst heldur öflugur í crossfitinu á þessum tíma. Hvað aldur þetta? Þú varst að byrja alveg í einhverju svona úlinga? Þetta var þegar Ranni var að þjálfa, þetta var barna, þetta var svona 16 ára eitthvað. 16 og til fyrsta ári mentó. Það var svona í Vestló að feitaði í burti. Það var hægt og rólega fór ég í félagslífið og allt þetta dót, sko. Já, byrjaði aðeins að umbreytast á þessum tíma. Þroskast og Þú varst samt öflugur, þú varst duglegur að mæta og varst, ég gleymi ekki, þú tókst 100 kíló tvisvarsinnum í frontskott. Ég hafði bara svo mikið áhuga fyrir þessu á þessum þannig tíma, ég man bara eftir, og þetta er svona, eins og ég alltaf, því ég hef áhuga eitthvað svona, þá bara setja ég alltaf bara allan fókus í það sem er eiginlega svona smá farlegt og crossfit er líka bara þannig. Þú veist, fólk er bara 7 tíma eitthvað upp í stöð, bara eitthvað hita upp, nutta sig, eitthvað svona eitthvað mobility eða eitthvað svona og síðan tekur það æfingu, síðan er það góða 2 klukkutíma, eitthvað aðeins, eitthvað svona work og eitthvað nokkra, ég man ekki alveg hvernig það var en þetta er tíma fyrir sport, sko. Já, menn voru að nota svolítið eins og félagsmiðstöð, sko. Já, sem er svona ógeðslega gaman, það myndast eitthvað svona geggjaði vinahópar og þú veist, bara við þekkjumst bara frá því crossfitinu, skilur og bara, það er bara svona margt gott sem myndast þarna, sko, í crossfitinu. Klálega, það er bara svo fyndið, ég held að það hafa ekkert margir þá ímynd að þér að Nei, ég var Flóni hafi verið einn okkar duglegustu crossfiturum. Ég var náttúrulega kallaður, sko, það er ræðilegt að segja frá því en ég var náttúrulega kallaður í 8. eitthvað til 10. Nei, 9. og 10. eitthvað frikki þykki. Já, það er alveg Þú varst eftir sem frikki þykki þarna. Það var ræðilegt, sko. Þú varst líka svona, ekki það að við höfum verið svo gamlir, en þú varst svona ungi strákurinn sem varst að það eitthvað, hei strákar. Ég var svona ungi gæðin sem vildi læra af, þú veist, maður svona horfur upp á eitthvað sem er ekki eitthvað góður, maður vill fá eitthvað svona knowledge að læra á þeim og verða geðveitt góður. Þú veist, ég var með eitthvað svona, mér langaði á þeim allan þessum tíma, veist, mér langaði á crossfit leikan, eitthvað svona þannig tóti, skilur. Eins og þetta öllum langið sem er í crossfit, skilur, það er bara svona, þú veist, mér langaði að vera gett ungur og veist, ég var alltaf að horfa á Rich Froning, skilur, alltaf fylgjast með þessu, þú veist, bara eins og held ég mjög líka, veist, gera í crossfitinu en, þú veist, ég hafði eitthvað svona gífurlegan áhuga, skilur og eins og segja, þá var ég eitthvað að koma eitthvað manna á lyftingasvæðin, eitthvað, maður joina æfingu eitthvað, skilur, og síðan byrja eitthvað að mæta hana á til með eitthvað og Hinrik eitthvað, þú veist, eitthvað verið að finna og ég ætti strákanir eitthvað, þú veist, þetta var bara gaman, sko. Það var alltaf verið líka að kenna þér lífsreglur. Það var, einmitt, en það sem ég varst að svo fyndið, sko, veist, að ég var líka bara eitthvað að fara í menntaskóla og, veist, og þið, veist, strákanir er miklu eldri en ég og ég er bara eitthvað lítið gutti, skilur og eitthvað, segja mér eitthvað lífsmóla eitthvað, hvernig maður orða það. Já, ég mani eftir einu, þú varst að mér finnst allan að rifja upp núna út að þú ert greinilega búin að breytast mjög mikið. Vissulega, en þetta var samt þetta var samt eitthvað dót sem virkilega samt svona, þú veist, ítti mann eitthvað átt. Já, klálega, en þú komst þarna eitt skiptið, þá varstu nýbúin að fá að vita að þú var að fara í Vestló. Já. Og þú varst bara, það er fyrsti skóladagurinn á morgun, í hverju á ég að vera? Já, ég man eftir, oh my god. Ég var að segja þetta orrað, ég man eftir því, oh my god. Orri var með öll svörin, sko. Hann var samt bara með eitthvað urban outfit svör. Þú veist, ef ég hugsa í dag, þú veist, það var samt líka bara, það var hot á þeim tíma, skilur. Það er nokkur ár síðan, sko. Ég keypti með einhver alveg helluð fuckboy föt til þess að fara í skólan, sko. Oh my god, það er eiginlega bara hræðilegt, sko. Allt dót sem ég hef gert in the past er alltaf bara cringe fyrir mér, sko. Þú veist hvernig ég klæddi mig eða hvernig ég hafa mig eða eitthvað, sko. En ég ábyggilega líka núna eftir nokkur árum minn hugsa tilbaka og er bara, oh damn.
Þetta erfitt að lifa í þeim raunveruleika samt. Já, Horfa á allt sem maður gerði sem bara eitthvað ömulegt. ekki ömulegt, heldur frekar bara svona, þú veist, að ég veit að ég maður alltaf eitthvað svona, þú veist, að ég veit að ég maður, þú veist, Ég fatt alveg hvað það fara. bara eitthvað svona sum tímabil sem er bara svona, þú veist, ég vildi að hefði aðeins hugsað öðru í þessum tíma að vera aðeins þroskari með sumar hluti og eitthvað svona. Já, það er mitt, þú veist, eins og með Facebook og Instagram og allt þetta, þegar maður er búin að nota þetta í, þú veist, 5, 6, 7 ár, þá getur maður actually kíkt á hvað maður var að gera fyrir 7 árum og bara svona, nei, sem betur fyrir að ég búin að vera svo, hef ég alltaf verið svo lélur eitthvað á svona social media dót að ég, þú veist, hef ekki verið svo gæi sem var með, þú veist, fullt af eitthvað svona gömlu myndum frá þau yngri, eitthvað svona vandræðilegt dót. Heldur að flón eftir 5 ár sé að fara að horfa á fyrstu plötuna og vera bara, Nei, af því ég er actually mjög stoltur að því dóti. Það er ekki? Jú, ég er mjög stoltur að öllu því dæmi, sko. Sama hvort að hvað eitthvað segir eða eitthvað með þá mun ég alltaf vera mjög stoltur að því dóti. Já, það er eitthvað sem ég skapa sjálfur og líka með fólki og það er eitthvað sem þú veist, ítir mér í eitthvað okkar path. Það er líka svona svolítið skapaði þig. Nefnilega og þú veist, og kendi mig líka bara svona að læra á sjálfa mig og bara lífið, eða svona, þú veist, bara að lifa, skilur, hvernig er bara vera tvítugur gæi á Íslandi, skilur, eitthvað, ég veit ekki, eitthvað að hafa gaman, skilur, það er svona búið að allana, já, ég er allana mjög stoltir, sko. Já, hvað gerist þarna? Og þegar ég kveð þig fyrir fyrsta skóladaginn, síðan líði eitthvað svona 2-3 ár og ég hitti þið nýr í bæ. Ég bara, heyrðu fyrir ekki Róbert, fyrir ekki þið ekki nýr í bæ, eitthvað, hvað er að gerast? Og þá varst þú bara orðin allt önnur manneskja og varst eitthvað að pæli að fara að gefa út lög og alls konar. Það hefur alveg verið svona erfitt að heyra fyrir þú hefur alveg verið fyrst bara svona, er það? Já, en síðan sendir þú með tala saman demóið og þá var ég svona, ok, heyrðu. Gæti verið eitthvað potential, gæti þetta verið? Þú varst svolítið týndur þarna, ekki? Ég var mjög týndur á þessu tímabili. Ég var í skóla, ekki að mæta neitt. Ég var í skóla, var eitthvað, þú veist, alltaf í stúdíónu, eitthvað að reyna að kúka það heima, bara eitthvað fiktað við þetta á fullu og veist, var að vaka alla nætur eitthvað ógeðslega seint eitthvað og ekki að mæta í skólan og bara vera, það var bara svona mikið chaos þannig í gangi, en út frá því einhvern veginn síðan, þú veist, kynntist ég bara fólki og eins og segja one-on-one strákunum og þeir svona, þú veist, hjálpum eða svona gætu með kannski eitthvað svona smá, þú veist, að vita hvað þú getur gert með tónlist kannski svona, þú veist, að það getur gert fyrir úr þessu, þetta getur, þú veist, þannig að, já, þetta var, ef ég hugsa út í þetta, þú veist, tímabil, þá var þetta alveg, þú veist, áfalls tímabil, sko. Mamma alltaf eitthvað að segja mér að get maður sitt og geða þér, skilur, og ég alltaf eitthvað, mamma, þú verður bara aðeins að bíða, aðeins lengri tíma, bara pínu, þú veist, bara smá þólum og af því mér fannst alltaf eins og veist, að þegar ég væri kannski búin að gefa út þá myndi eitthvað að gerast, skilur, þá myndi mamma vera stolt. Já. En þú veist, eins og núna er þetta bara að vinna mín og þú veist, það sem ég gerir, skilur, og það er ógeðslega gaman. En varst ekki alveg gæðin sem var duglegur að læra heima og fyrst góðar einkunnir og komst í Vestló og... Ég var það í 10. bekk. Já, ég er að segja það. Ég var bara því þá var svona tímabilið þar sem ég var svona, ég vil komast inn í Vestló og ég ætla að gera sama hvað. Og þá bara tók ég fyrir hendi að ég bara, þú veist, skellti bara Vestló mynd upp á, fyrir fram skrifborðið mitt og bara satt og læriði og ég komst inn í Vestló, skilju. En síðan þegar ég komst inn í Vestló, þá fór allt á annan endan, skilju. Þá fórst að hafa of gaman, skilju. Ég fór ekkert með að kynnast fullt af fólki, ógeðslega skemmtilegu og góða fólki, skilju, og þú veist, setti mig miklu meira í félagslífi heldur en námið, sko, að ykkur bara, þú veist, ég var skæðin sem var alltaf eitthvað með bara neyri kjallara eitthvað sofandi, tók mér svo sænga heima, þú veist, ég var algjör tossi, þú veist, fáralegt, þú veist, greiði eitthvað skólagjöld hana og þú veist, ég næstu bara að hafa þessu halvviti, sko, það er ekki nett, sko, en þú veist, þú veist, síðan eins og segja, skóli er núna eitthvað með búin að fara svona aðeins, draga svona aftar úr forgangslista hjá mér, sko, en ég veit ekki, sko, þetta var alltaf áhugaverið tími, ég var svona fyrsta ári í Vestló, sko, það var skemmtilega, líka bara svona að kynnast öllu, bara, þú veist, menntaskóla lífinu, það er svo eitthvað svona svakalegt, þú ferð á grunnskóla og yfir í menntaskóla, það er alveg hella
skilur jump, skilur þú veist, og líka þú ert búin að vera frá fyrsta ári mennskóla og loka ári sem skilur bara fólk bara, þú veist, þroskast hellaðslega, skilur bara fullorðnast en allavega, ég veit ekki, þetta var áhugaverður tími og Það vissu samt allir hver Flóni var áður en að síðan svona the big break kom, áður en að þú gefur eitthvað út og áður en að það byrjaði að bóka þig. Þú veist, það var það sem ég fannst svolítið magna við þetta. Ég var líka út af þegar ég hitti það nýr í bæ. Ég vissi að þú varst að gera tónlist, ég veit ekki af hverju. Fólk var bara að byrja að tala það. Það var bara, það var náttúrulega líka fullt af dóti sem ég var að gera, ég var bara að prófa mig áfram, ég var bara að leika mig, bara eitthvað, hafa gaman, skilur bara eitthvað, búið til takta og æfa mig að syngja yfir og síðan koma inn á milli eitthvað svona gægur lög sem ég var bara að senda á strákan eitthvað, tjekka á þessu og allir vinir minn byrja að hlusta og það var bara eitthvað og síðan, þú veist, einhver vinur þeirra sem vill fá lag, skilur þá kom bara eitthvað svaka distribution network eitthvað kringum einhver óutgengin lög og þá myndaðist eitthvað svona underground hype sem ég eitthvað svona embraceaði síðan og leta verða að ykkur. En var alltaf planið að fara út í þetta? Nei. Ekki gefa neitt út endilega? Þú veist ekkert að... Okay. Það er bara svona einhvern veginn svona kom bara bara svona til mín að því veist, það var fólk að taka vel í þetta og ég hugsaði bara veist, af hverju ekki? Þú veist, af hverju ekki? Og veist, og það er alveg stórt skref, skilur og veist, og það tók mig mjög, veist, það tók mig 1,5 ár bara að vera að prófa með endurlust áfram og vera veist, í hvað ekki svona senunni skilur við vera bara með öllum strákunum veist, og veist, á náttúrulega vini að það í bara alltaf veist, Birnir og bara one strákunir og veist, ég kynntist öllum skilur, ég var búin að vera, veist, ég var með í öllu skilur, en bara svona að reyna að finna mig og hvað ég vildi gera og þú veist, í hvað átt mér langaði að vera svona þróa tónlistana mína og síðan var ég bara eitthvað svona á einhverju mómenti bara veist, ok, hættu að hugsa og bara gerðu þetta, skilur og það bara gat ekki betri útkoma að koma út úr því, sko og það ógeðslega, þú veist, mér finnst að vera bara geðveikt að þú veist, að þú ákveður bara að kýla á eitthvað algjörlega út fyrir bara normið þitt og þú veist, fólk tekur bara ótrúlega vel í það og það er bara eitthvað svona að ég veit ekki, það er bara svona allt bara einhvern veginn svona breytist án þess að allt breytist skilur, en þú veist svona fólk einhvern veginn bara svona wow, ok, hey, þú veist, gerir góða tónlist skilur, bara geðveikt. En þú veist, ég hef aldrei rætt það við og mátt alveg leiðrétta mig ef að ég er að fara með rangt málefna en þú veist, með að við að þú varst, sko, gast ekki tekið ákvörðun hverju ætlar að klæðast fyrir fyrsta skóladaginn og þurftir að fá ráðleggingar með það hvernig var þá að gefa út plötu eða lög þar sem að þú ert að syngja yfir takta sem að þú gerðir? Ég geti trúið að þú sért nokkuð eða hafi verið nokkuð óöruggur með það til að byrja með. Já, það er bara tími þú veist, tími og að vilja vanda sig bara, það sem ég finnst verið svo mikilvægt við að búa til tónlist er að ekki endilega flýta sér of mikið þú veist, að þú býr til eitthvað lag þú veist bara, þetta er gæðið lag, gefa maður út skilur, heldur, settu veist, að setja hugsun í dótið og bara metnað og þá verður eitthvað flott skilur. Ég treysti bara á þá vinnu aðferð hjá mér af því að ég var literally alla daga í stúdíónu að taka upp og búa til, veist, að reyna að búa til En í stúdíónu hann, var það ekki bara heima hjá þér? Heima hjá mér, en líka í one-on-one Áður en þú gefur eitthvað út? Já, ég var 1 ár bara hjá þeim fyrir, skilur við þú veist, þannig að ég var alltaf búið og ég var líka prodúser fyrir strákuna, skilur við, þú veist finna við það hvernig ég byrjaði var 1 kvöld bara, þetta er bara ógeðslega fyndið, þetta er bara magical night þetta er bara one-on-one stúdíóið er bara ekki, það er eiginlega ekkert það er bara, þú veist, það er ekki búið að smíða neitt, það var, það var búið að smíða það og það var að koma 1 stúdíóherbyggi og eina kvöld þá var ég, Unnsteinn, Aron Kahn, Sigbjartur, Jói, Logi var þetta í útlita, var þetta í Tókjó við vorum bara Birnir, við vorum bara fullt af strákunum og við þekktumst ekkert allir eitthvað súper vel síðan bara settist ég við borðið og bara byrjaði að kúka eitthvað beat Bjartur byrjaði að syngja það Aron byrjaði að syngja það og það bara eitthvað svona klikkaði eitthvað og bara eitthvað svona
eftir það var bara svona það var bara svona setti ég bara svona svaka metnað í þetta bara, ég vissi kannski eitthvað að ég gæti verið að gera ef ykkur verið að taka vel í vinnuna sem var að vinna en já, ég veit ekki á þessum tíma Aron orðin Já, Aron var náttúrulega búin að gefa út plötuna sína fyrstu og var sína vinna í nóttplötunni Já, ok, já. Þú kemur alveg það seint inn í þetta Já, ég búin að vera lengi behind the curtains En af hverju voru þessi strákar að taka þig upp á sína arma? Hvað er þetta aftur þarna? Bara kynntust þeim, skilur og þeir vissu að ég væri bara, ég var að hjálpa með þess að smíða stúdíóið, ég var bara að sína að mér langa, vera partur á einhverju geggjuðu, skilur, og þeir tókum bara opnum örmum og bara, ógeðslega næs, ég er bara gífulega þakkláttur fyrir allt fólki sem er búið að vera hjálpa mér bara og svona stýra mér á réttu leiðina, sko, eða svona hjálpa mér að taka ykkur ákvarðanir og bara svona, já, eitthvað. Og þarna kemur út síðan, hvenær er það? 2017 sem að fyrsta platan kemur, Flóni 1 7. desember, já, 7. desember 2017, já. Og þarna eru þá sko lög sem að hellinga fólki er búið að heyra áður út af það var bara búið að dreifast og platan fer á, sem sagt, hún tekur fyrstu 8 eða 9 sætin á Spotify Top 50 listanum. Hún sjást öll topp. Það fyrsta sem hún gefur út, það tekur bara öll efstu sætin á Top 50 listanum. Sem plötu, sko, fyrir utan singlana, skilur, það var, tala saman og náttúrulega fyrsta lagi sem ég gaf. Það kemur út áður en platan kemur, ég skil. Og síðan leika sem var bara, hit, skilur, það var, tala saman var líka, það var svona fyrst að koma meira inn á kortið, skilur, það var, einmitt svona fólk, ok, hann er að eitthvað, gera eitthvað og það var mjög góð viðtöku fyrir tala saman, maður getur líka verið að ætlast eitthvað ótrúlega mikið, maður getur ekki verið bara eitthvað, ég ætla að henda út lagið og það mun fara í fyrsta sæti og maður getur ekki ætlast til þess, þannig að ég gaf að tala saman og maður verður bara að vera það gekk vel og síðan kemur út leika og það gekk ennþá betur. Já, þetta gekk ekki eitthvað, þetta gekk bara frábærlega. Já, ok, ég myndi að hvað eru margir sem er að henda út einu lagi núna og það er bara, undir 1000 hlustunum. En það er líka þegar senan er búin að stækka svo gífurlega, sko, á bara 2 árum. Já, meinar það voru ekki svona margir að henda út? Það voru ekkert svona margir, fókusin er miklu, var miklu svona, hvernig segja, að þegar einhver eitt gaf út þá tók allir eftir því, skilur en núna í dag er bara, það er næstu komna bara svona genrer, skilur, þú getur svona katt svona fjölskyldutré, séu hvað ég meina, bara svona ættartré. Já, það er svo margir sem er að búið til tónlist að langa að vera tónlist bara, bara geðveitt, skilur en þá samt líka leiðið þá verður mun erfiðar að gefa út lag og að láta fólk taka í því sem einhver tónlistamann, skilur því að ég veit ekki en þetta allan þetta voru geðveika viðtökur allan sem Flóni platan fyrsta fekk á bara geðveitt, sko. Einu mistake sem ég gerði var bara að gefa út svona, sko, lok árs. Aha, já, það er mistök. Ég bara svona því það var svona lok tímabilsins 2017, skilur, þá fórstu beintinn 2018 og það kantaði ekki inn í neitt þannig ég var alltaf svona bara satt hliðabekk, skilur, á 2018 sem samt veitti mér svona samt eitthvað svona mjög mikið motivation, sko. Hvaða pæling var þetta ekki svolítið líka svona, ég veit ekki hvort að senan sé að þessi sama senan sé að feita eitthvað út eða hvort hún hafi verið í hámarki þarna, en það varst þú og Aron Kahn náttúrulega fór ótrúlega mikið fyrir honum á þessum tíma og Birnir þarna rétt á eftir eða fyrir, ég man ekki alveg hvernig tímaröðin var á þessu, en það var eitthvað neginn svo mikið umtali kringu það hvaða ungu gæjar þetta voru sem voru bara að tröllríða öllu þetta. Það var bara svo nýtt held ég fyrir að því það er búið að vera bara gífilega hæfilegir tónlistafólk nú undan bara rapparar og söngarar, skilur, og síðan koma einhverju litli dudes sem höfðu kannski aðeins til ná að einhvern veginn, ég skilði ekki svona sjálfur, skilur, en að fólk fór eitthvað með að pæla í okkur þrem eitthvað, líka við vorum með eitthvað líkt lög sem við 3 vorum á og það skapaði eitthvað svona spennu, skilur, og við vorum líka bara eitthvað, chillin og njóta þess að vera ungir og hafa gaman, skilur, við vorum bara eitthvað bara eitthvað skemmt okkur, skilur, og það var bara fólk
bara fannst það geðveikt, skilur, bara awesome, bara spennandi, skilur, bara Já. ungi gaurar að gera tónlist og lifa sér eitthvað rockstinn, ég veit það ekki, þetta var eitthvað, þú veist, þetta var eitthvað svona eitt sumar, þetta var bara eitthvað svona geðveikt tímabili sem við vorum allir bara eitthvað. Já, var þetta ekki svolítið svona perióda og það mér fannst sko, einmitt, það voru allir alltaf að pæla í hvað þið voru gamlir og þeir náttúrulega voru vel ungir á þessum tíma og síðan voru allir, það var alltaf sama spurningin, eru þeir í algjöru rugli? Já, ég man, bara sögurnar sem maður heyrði og slúðrið og alls konar og dót, það var alveg hellað sko, en ég pældi aldrei í þessu á þessum tíma sko, en þetta var fyndið tímabili, fólk fór að tala um okkur sko, sem gott, skilju, það bara free PR, skilju, bara mjög næst, sko. En áttu það ekki eitthvað rétt á sér, eða? Jú, þú veist, við vorum að líka, veist, maður hafði þessu stundum með svo okkur hálfvitar, sko, bara ungir, viltir og til í æventýri, sko, en það getur líka stundum svolítið hættulegt að vera alveg bremsuleg, sko, maður verður að passa sig og sérstaklega þegar þú ert komin út í, þú veist, að það að vera mikið af fólki að fylgjast með þér og það er pressa á þér og þú veist, maður getur ekki vera alveg að hafa sér svo mikil hálfviti en samt, þú veist, getur einhvern veginn sett það í normið að því að fólk einhvern veginn alltaf bara, þú veist, fucka eða, þá fannst það alltaf bara gera þetta nettur og gera góða tónlist og, þú veist, komst kannski smá svona upp eða að vera smá bremsulegs. Já, en ég meina þarna ertu 18 ára, þú ert ekki lengur í skóla, þú ert að búa til þín eigin tónlist, þú veist, var þetta ekki eins og þú segir, bara bremsuleysið, þú gast bara farið að djamma á hverju einasta kvöldi en það er ekki cases sko, en hérna, þú veist, það er mjög, ef þú hugsaður úti hvað er líka samtalið scary, þetta er að bara fara og er ekki í skóla og setja bara alla vinnu í það að vera búið til eitthvað tónlist, skilur við, það er bara hver einasti dagur og hver einasta kvöld, þú veist, það er alveg scary með allir viniðinir eru í skóla og fara að útskrifast og veist, að fara leiðin í háskóla, þú ert alls ekki á normála brautinni, þú ert bara, þú veist, og það allir með miklum kvíða á sínum tíma, sko, en ég er alveg búinn að gera sátt til það núna, sko, þú veist, það er bara, fólk einhvern veginn kann ótrúlega mikið að meta þegar, þú veist, þú kýst að fara ekki, þú veist, beinum brautinni, þú ákveður að fara eitthvað svona aðeins, einhvern veginn fólk svona respektar að þú þorir að fara í það, skilur við. En þú áttu erfitt með það sjálfur, eða? Já, veist, eins og maður bara gerir, maður, þú veist, dæmir sjálfa sig einhvern veginn og þú veist, sem bara basic, skilur, maður bara aware hver staðan er, veist, ég er ekkert vitlaus, ég er bara, þú veist, ég veit alveg að það er gott að vera í skóla og klára stúdentspróf og fara sín í háskóla og fara eitthvað, en það hljómaði bara eitthvað boring fyrir mér, ég var bara eitthvað, þú veist, ekki eftir að nenna þig, mér langaði bara eitthvað meiri spennu og meira æventýr og eitthvað sem ég virkilega, þú veist, bara hafði áhuga, þú veist, bara hafði áhuga á, skilja, svo bara tónlist, þetta er bara eitthvað, þú veist, ég get ekki svo útskýrt þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað dót, þetta er eitthvað svona sálfræði fyrir sjálfa þig, þú veist eitthvað lítill í þér, eða þú veist, bara eitthvað, bara hendur inn í stúdíó, býr til eitthvað lag og hlustar á það útrúlega oft og þið líður vel, skilju, þetta er eitthvað svo fallegt samband sem átti tónlist er bara eitthvað, þú veist, þetta er bara eitthvað náttúruafl, skilju, eins og hann orðaði í hljóðtækninni, þetta er eitthvað náttúruafl, sko, þetta er bara eitthvað dót sem er bara ekki hægt að útskýra og þetta er bara eitthvað, gefur þér eitthvað tilfinningu og veikur eitthvað í þér og það er bara eitthvað sem ég hrifist gífurlega mikið af. En var ekkert erfitt að bara svona managera sjálfan sig, sjá sjálfan sig að þú veist, eins og þú hefur enga ástæð til þess að vakna snemma eða fara að sofa snemma og sko, ég mér varst einhvern veginn eins og þú það var alltaf að treysta það að þú verið vakandi klukkan 5 á nóttunni. Það er náttúrulega, ég er náttúrulega bara algjörlega blaka, sko, ég er alltaf vakandi á nóttunni. Þetta var bara svona ákveðið vinnurútína sem ég var með og fólk má kalla þetta eitthvað latur, eitthvað, allt í chaos, eitthvað bla bla bla, en þetta virkaði, skilur við, það virkaði bara fyrir mig að bara sofa til 2-3 og vakna, fá mér eitthvað geðveikt að borða, fara í stúdíóið og bara vera þar alla nóttina í einhverju geggjuðu væpi með viniðinum, skilur við bara og þeir bara, þú veist, ykkur líður vel og bara, og síðan ertu komin heim 4-5, læst upp í rúm,
horfir að smá Netflix og fer að svo, skilur þetta er eiginlega bara fullkomið, skilur ég þarf ekki að, þú veist, þarna var ég ekkert eins og stressa með þurfa að var einhverja vinnu eða neitt, skilur það var bara ég á mínum eigin tíma en það er samt líka, getur verið með mikið riski því að þú setur ógeðslega mikið fókus á sjálfa þig þú veist, þá, eins og segja, þá svona, að ég veit ekki, fólk getur auðveldlega farið út af brautinu held ég svona þegar sjálft að gera eitthvað held ég, þú veist það er engir svona rammar utan það sem þú þarft að vera að gera, þú þarft ekki að vera mættur neins það klukkan neitt og þannig þú ert bara í að ég veit ekki hvernig ég útskýrt þess þú ert bara, þú ræður bara öllu sjálfur já, og það er, þú veist, maður þarf alveg að vera smá skynsam, maður þarf að passa sér rosalega mikið því þú getur farið að gera og getur alltaf farið að haft gaman, skilur við það er ógeðslega hættulegt að geta alltaf farið og haft gaman Brendur þau á því, eða? Ég brendi mig á því bara, þú veist, og það er eitthvað svona dót sem maður þarf að svona þá að hugsa eins og bara, þú veist, ég þarf að setja eitthvað smá rútínu eða ég þarf að bara, þú veist, maður þarf bara að passa upp á sjálfa sig, skilur maður er alltaf að passa upp á sjálfa sig maður líka alltaf að vinna í sjálfa sig, skilur bara, en mér finnst það awesome, sko, ég er ekkert að kvarta og ég er bara ógeðslega þakkláttur fyrir að geta gert það sem ég er að gera og ekki þurft að vakna í 9-5 vinnu og þú veist, vinna við eitthvað sem ég er ekki kontributa af mér, eitthvað svona veist, er ég orðað eitthvað fárlega Nei, ég er alveg að fatta það en það sem svona kannski þú veist, þú talar að þetta hafi verið geggjað og það er ákveðin svona forréttindi að fá að ráða þessu sjálfur en samt var þetta að verða kvíðavaldandi að þú veist, maður spyr sér náttúrulega sjálfsögðu, þú veist, ætti ég að vera í skóla ætti ég að vera, þú veist, og þú ert að sjá viniðin að byrja að útskrifast og þú ert sjálfur svona auðvelt að horfa sjálfan sig dómharður og bara finnast maður ekki vera áorka neitt, sko Þetta er bara eitthvað svona, maður þarf eiginlega bara að finna eitthvað svona sátt við sjálf sig, semi, sko þú þarf bara, hei, ég er að gera góða hluti hættu að vala í sjálfu þér og bara, þú veist, keep going, skilur við semi, sko bara, og settu þig allan í það, skilur við og þú veit, eins og það er samt alveg smá erfitt því að þú þarft að, þú ert þinn einn boss, skilur þú síðan getur þú farið út af brautinu og fara, þú veist, gera hluti sem eru ekki góðir fyrir þig, skilur og farið lengur og þá getur þú ekki stoppað kannski af því það er ekkert eitthvað systemi kringu þess að pulla út eða einhverja reglur að þú átt að vera mættur þangað, eins og bara, þetta er ógeðslega erfitt að útskýra, ég veit ekki, þetta er bara veist, að því, eins og segja, bara verið í skóla þá vaknar þú inn í eitthvað dót þú ferð í tíma, þú ert í einhverju rútínu þú ert í kerfi, þú hittir fólk þú veist, ég var ekki að hitta fólk mjög mikið í langan tíma ég var bara með einhvern ákveðin hring af bara mínum vinum, skilur og vinkonum já, og þú veist, þetta er allt svona þetta er bara ógeðslega flókið, þetta er bara eitthvað svona situation sem að það bara eins og segja, bara finna eitthvað sátt í sjálfu sig og bara halda fram. Já. Þú gefur síðan út, nei, þú gefur það ekki út. Það var áður en að Ungir strákar kemur út. Þá var það eitthvað að byrja að ganga á Twitter og fólk var að byrja að búa til eitthvað svona grín í kringu það. Það var Ungir strákar original versionið, sko. Það er underground lag. Hvað er að frétta, hver er sagan á baka það lag? Það er bara eitthvað lag sem ég bjóð til og var síðan bara heitt, skilju. En það er bara fáralegt lag. Ég hata það lag. Það er með 1,000,000 hits á Spotify. Það er Ungir strákar. Það er Ungir strákar Deep House. Já, þetta er þess að upprunalega útgáfan sem er ekki Deep House. Nei, það var dótið sem svona let mig líka poppa á sín tíma er Ungir strákar original versionið sem ég tók á Solstice og þú veist, það var svona lagið sem svolítið ýtti undir allt svona startaði með mörgu. Já, fólk var svolítið að biðja þig að gefa það út. Já, og það var mjög grúft lag. Akkur gafstu það ekki út? Af því það er bara grúft lag. Ég hef ekki fengið vinnu eða neitt, ég var bara búin að brenna allt, sko. Og ég var bara búin að stimpla með alveg 100%, skilur hvað ég meina. Þú veist, ef ég hefði gefið það lag út og það hefði verið vinsælt, þá var ég bara búin að þá hefði held ég fólk bara verið búið alveg stimpla mig og ég hefði ekkert komist út úr þeirri hugsu sem fólk hefði þá fengið af mér. Ertu þá að tala bara út af þetta var bara geðt grói texti, bara, þú veist, dope og bara, þú veist, það var bara Ungir strákar, skilju, það var bara, þú veist, og það er ekkert það sem ég endilega rappa bara, skilju, það er ekkert, þú veist,
það er ekki allt eitthvað partí skilur og það var bara einhver ákvörður sem ég tók bara og líka bara upp á mamma, ég vil ekki þetta, mamma heyri þetta lag sko. Og bara fjölskyldum meðlum og svona dótir í þetta lag var bara ekki í lagi skilur en það var ógeðslega heitt út af því það var svo gróft skilur, það var svo edgy lag. Já, þar líka var þessi svona spenna í kringum ykkur strákana fannst mér að við vorum líka svo edgy, við erum bara, þú veist og það er líka ofta eitthvað fólk að kritisa okkur fyrir eitthvað dót en við erum bara að tala alveg út frá einhverju situation sem að gerast í kringum okkur og fólk má bara þú veist, ég veit ekki hafa sína skoðana öll, skilja, mér er alveg sama. Já, en það er þessi texti, ungi strákar sem elska að taka dóp þarna var fólk bara, herru, þetta er einhverjir 18 ára guttar sem hendi einhverja teknobangera og fólk var orðið mjög spennt fyrir að fá eitthvað meira. En veist, þetta er bara, þú veist það eru bara einhverjir ungi gæjar sem tengja við þetta skilja og bara fólk það er bara, þú veist, damn þú veist, þessi gæjar er bara honest þeir eru bara ungi strákar að maður fá ekki gaman skilja bara eitthvað þannig dót skilja en þetta er ekkert eitthvað bara, veist, ég er ekkert eitthvað bara í svoleiðis dæmi skilja veist, og þá líka, þú veist mér langar líka bara að gera öðruvísi tónlist þess vegna bara vildi ég ekki eitthvað með labela með sax sem eitthvað algjörna rappara sem tala bara tópa okkur dóttir í skilur. Nei, en þú talaði samt svolítið í allan á fyrstu plötunni, þá er hún svolítið svona hún er svolítið þetta er eiginlega smá ástarsaga öll platan einhvern veginn, er það ekki? Er ekki smá svona verið að tala um ástina og tilfinningar og ástin er svo falleg hún er yndisleg ég elska ástina það er mikið talað um ást og tilfinningar og það er uppáhaldsdótið mitt sko. Ástin er bara það þarf alltaf meira ást í allt sko. Það pælir í þú veist, fólk og bara þú veist, heimur er nokkuð svona dótir í og Ísland og það er veist, held ég alveg ómikið af einhverju neikvæðu dóti þannig að fólk hefur bara gott að fá auka ást og veist, í líf sitt sko. Og þar kemur þú inn til bjargar er ekki lögin hérna, ég hef heyrt að það sé saga á bakvið hvert og eitt lag að það sé svona smá tileikkað einhverjum að það sé sannsögulegt og ekki sannsögulegt það er meira bara svona ég og upplega eitthvað dót með kannski stelpum eða eitthvað dót sem snerti með eitthvað hátt og þá gæti ég fara eitthvað með inn í stúdíu og eitthvað með tjáða út mér og á eitthvað hátt sko, þótt að var kannski ekki eitthvað beint eitthvað en það var bara svona væpið skilur, ég gæti eitthvað með tekið væpið frá mér og eitthvað með svona setta inn í lag. Hvernig var það fyrir einn unga Flóna að vera að opinbera sig svona, berskjalda sig svona? Það var nefnilega alveg, það var ákvörðin sko, þú veist, eins og segja, þetta var svona eins og ég sagði með að fara að gefa út, það var líka svona, þú veist, fuck it, skilur, og þetta var líka bara bangin, skilur, þetta var bara geðið cool, þetta var bara vibe. Já, pældi mitt í því ef þetta væri það ekki, hvað það væri óþægilegt. Það væri geðið óþægilegt, sko. Það er nefnilega, þú veist, og þú veist, þú þarf líka að geta gert það rétt, skilur, þú getur ekki bara farið og heldur búið til lag og verið eitthvað að tjá ykkur tilfinningar og tala um ykkur ástadót, þú veist, þú verður eitthvað meina að ná að tala rétt frá þér, skilur og það er eitthvað dót sem maður þarf að þróa, held ég eitthvað svona dót sem þú verður bara betri og betri í eitthvað meina svona en eins og mér finnst ótrúlega gaman að tala um ást og búið til ást og tilfinningar og bara, þú veist og ég veit ekki, svona stefnan sem ég vil taka er svona gífilega mikið í það, sko. Já, og ert svona svolítið hjartaknúsarinn í serinni. Hvernig er nýja platan? Hún er að koma út sama dag núna og þátturinn kemur út. Hvað er búið að vera í gangi? Og það ég man líka að þú gafst þetta út, Flóna-plötuna, og ég heyrði þér einhverjum mánuðum setna og ég eitthvað svona, hvað er ekkert nýtt á leiðinni? Og síðan bara svona þegar ég pældi ég bara, hvað er ég að segja? Hann var að gefa út plötu fyrir 4 mánuðum, af hverju komið svona mikil krafa á að fólk sé að henda út bara plötu eftir plötu eftir plötu. Þú veist, í gamla daga þá voru rockararnir að gefa út plötu á 2-3 ára fresti. Svo langur tími, hvað gerir maður á milli? Ég skil ekki hvernig það system virkaði á einhvern hátt, sko. En þið náttúrulega hafið miklu meiri aðgengi að bara bæði að gefa út og búa til, sko. Það er líka svona þróunin í
bara music productioni skilur er að þetta er orðið svo aðgengilegt þú getur bara verið heima hjá þér ég byrjaði bara heima hjá mér eitthvað að syngja eitthvað og það er bara nóg skilur og bara fólk út í bara Bandaríkjunum hvað sem þetta er heimi bara fólk sem bara meika það því það býr bara til eitthvað lag heima þessir bara með nóg gott, bara home studio og þú þarft ekkert meira hvað, þú þarft ekkert að fara í eitthvað professional studio með eitthvað gamlan analog mixeri fyrir framæði og eitthvað, whatever, þú bara þú vilt gera það, bara fucking gera það skilur. Ertu að fá eitthvað heit fyrir það? Fólk eitthvað romantist með það að þú sért ekki að nota hljóðfæri eða náttúrulega autotunið? Autotunið er bara instrument autotunið er bara eins og hvert annað hljóðfæri ég er alveg góður að syngja sko ef ykkur er að halda þess að ég er góður að syngja ég er alveg góður að syngja sko Er ekki allt sem þú gerir með autotunið? Jú Þá ákvæmst það bara strax í byrjun? Það er bara svona hljóðheimur sem ég vil ná skapa það er ykkur ógeðslega mikið mýkt í því að heyra vel sungna autotunið það er eitthvað, fyrir mig er það algjört svona eyrna konfekt, skilur bara ef þú prófa að hlusta á bara eins og Sway Lee kannski hefur hlustað eitthvað Sway Lee bara eins og hlusta á röddina hans nú er hann að gefa svaka lag út með Spiderman myndinni Já, Sunflower Já, ok, það er kannski ekki eitthvað super túnað, skilur en það er sann túnað og það er bara ógeðslega fallegt að hlusta á hann vinnur með svona autotune melody, skilur og það er bara, mér finnst að vera geðið, það er bara eitthvað svona ákveðin hljóðheimur sem ákveður að gera en mig langar rosalega mikið að þróa stílið minn og geta eitthvað gefið út lög eða hvað þá, eitthvað albúm sem er þá einungis dragi sungið sko. Var ekki líka þessi spurning svolítið eða svona, þessi pæling átti svolítið við alla plötuna því langaði svolítið að birtast sem bara einhver ákveðin fígur og fannst mér sko. Jú, það var svona allt svolítið drungalegt og eins og tónlistamindbandi sem þú gafst út við allt og hratt og þetta allt þetta þetta er þú veist að reyna þetta er bara eitthvað svona listheim þú veist að reyna að skapa eitthvað svona image fyrir fólki samt bara vera samt líka leið að þú bara sjálfur skilur, þú veist ekki eitthvað en þetta er svona ég er að sækjast í eitthvað ákveðið dæmi skilur, og ef fólk er eitthvað að fleima mig autotunar eitthvað veist það, ok skiptir ekki máli nei, þú veist, eins og segi, ég nota þetta sem hljóðfæri skilur, ég er að syngja falsettur, ég er að syngja ég er að ratta, ég er að blanda röddurum saman og þú veist, bara svona alls konar dót ég er bara svona að reyna experimenta bara að gera skemmtilega og mér finnst það bara hljóma vel fyrir mér þannig að það er ekki eitthvað meira það sko. Og hvað er að gerast á nýju plötunni? Hvernig er þetta ferli búið að vera? Og það núna ertu ekki lengur sko, nú er fólk að bíða eftir nýri plötu en ekki bara hvað, hver er þessi flóni heldur, nú er fólk svona búin að stimplað inn Já, ég er samt ef ég alveg að satt að segja þá er ég ekkert búin að vera að pæla í ykkur þannig, ég er ekkert búin að vera að pæla í ykkur pressu frá öðru fólki það er rosalega erfitt að búa til list þegar þú ert alltaf að hugsa að þú sér að þóknast ykkur öðru fólki þú verður að skapa eitthvað fyrir þig ekki að reyna að búa til bangar eða eitthvað svona dótir þú bara sannlega bara sem kemur út þér og hvað er flott þess vegna er ég líka svona mikið í stúdíunni ég er búið til svo mikið content og þá get ég valið út bestu lögin sem ég finnst vera að geða góð ég fókast smá off topic þannig að ég veit ekki en allan að sko ég veit ekki allan að með þessa nýju plötu það svona ferillin af henni var svona hann byrjaði svona strax bara eftir flóni bara flóni plötuna Þú gafst samt út í millitíðin eða ekki? Jú, ég gaf út svona singla Oh My God og Party og Lætu mig sem ég elska já, með Guðrúnu elska Lætu mig sko. Og náttúrulega síðan varstu á plötuna Spyrnis Já, líka henni það var lag sem við tókum upp svolítið síðan sko. Já, það? Já, þessu plata var alveg hún var alveg in the making lengi sko. Það var svona kraft líka Já, klálega Tekið tíma, hann Arnar Ingi Young Nazareth, hann er bara mikill svona listamaður í sig sko. Hann er bara svona tekur sér tíma að búa til eitthvað og setja það flott upp og
Já, það er alltaf gaman að þessari samvinnu sem að í gangi þarna í stúdíónu og svo... allir að hoppa á lög með öllum. Einmitt, en það er líka bara svo gaman að vera í kringum, þú veist, kreatíft fólk. Bara fólk sem og er, þú veist, gott í því, þú veist, að mínu mati, bara ótrúlega hæfileikaríkt fólk, skilur við. Þannig að það er ótrúlega gaman að vera í herbergi og að vinna með þannig einstaklingum, skilur við. En síðan er líka bara að geða góði vinum hans. En ég veit ekki, þetta er svona, þú veist, eins og ég, Milljón kom hann á, síðan var ég líka með plötur hans Loga. Ég gerði eitthvað features þannig, svona smá feature tímabil. Síðan Oh My God sem var áhugavert lag. Já, það var alltaf umtal í kringum það. En, þú veist, ég veit ekki, sko, það var eitthvað dót, sko. Ég vil bara koma það fram, bitches getur átt við fullt af fólki, sko. Það var helviti mikið sjálfstraust í því lagi. Já, það var kokki lag, það var svona smá eitthvað svona lag sem ég var báðum áttum, það var bara svo skemmtilegt að hlusta á það, þú bara instantly bara eitthvað, þú fer bara að dilla þér, skilur, síðan ertu bara eitthvað, bitch, veit alveg hvað ég, veist, það er, en þú veist, ég er ekkert í ykkur hluturki til þess að vera eitthvað að rakka eitthvað einstakleika niður en þannig, en þetta er samt, ég er ekki að tala einfari kvenfólk þarna, skilur, ég er að tala bara að það getur verið eitthvað bitches guy, skilur, getur verið eitthvað bitches fólk, eitthvað að reyna að fucking náðu mig, skilur, getur verið eitthvað bitches, eitthvað, veist, getur verið alls konar, skilur, dót, og það er líka bara eitthvað sem, veist, ég leifi líka bara hlustundum að ákveða, skilur, þú bara ræður hvað þú tekur út úr laginu, skilur, hvað þú leysir úr því. Hvernig verður svona lag til? Út af það er mitt fólk eitthvað svona, hvað eru þeir að segja í þessu lagi og hérna, er þetta í lagi og allt það, en þú veist, eitthvað segir mér að það sé ekki mikla smíðar á baku þetta. Það lag var til á svona 20 mínútum. Einmitt. Er þetta þá bara menn mæti í stúdíóið, býrð þú til bítinn eða? Nei, Banger Boy, Marsteinn. Já, í þessu tilfelli. En þú ert alveg sjálfur að búa til, eða ekki? Jú, ég er bara pródúser, sko, bara ég er náttúrulega bara að vinna þannig að ég býð til grunna bara, þú veist, að lögum ég byrja bara þannig, það er bara fyrsta skrifið bara drums, síðan það hljóð bara allt ótið, síðan söngur yfir síðan fer það næsta skrif og þessi skrifur þá að einhverju kannski aðra einstaklega komi við það og seti meira touch, eitthvað svona small spice þú veist, bínu hér, skilur en þú veist þetta er bara svona ferill, sko, en eins og ég er mikið í að prodúsa sjálfur, sko, en í Oh My God þá var það Marteinn, sko, og þá var það bara eitthvað við í stúdíónu, blöstuðum bítinu, hoppuðum mækinu og vorum bara, þú veist, og við vorum svo fáránlega sveittir inn í stúdíónu, sko, við vorum alveg að deyja og hitta, ég á myndband af þessum meira, sko, og við vorum bara eitthvað voru 5 gæjar samanhaldir eitthvað hoppa negli hver aðra eitthvað og hlusta á það sem voru búin að vera að frísa þetta er allt frístæl, sko, þetta er ekkert skrifa eins og niður það er líka, þú heyrir alveg svona smá í laginu, skilurðu, en það var svona svo mikið vibe, eins og þegar Lín mig kemur eitthvað Anna, yeah, þú veist, eitthvað áður hann kemur hana, hún er að elta, já, hún er að svo Lína, ég er ekki að segja neitt en það er eins og ég sé að segja eitthvað, veist, hana og hana hér eitthvað, þessa hér eitthvað, þú veist þarna er líka setið hlustandan í það að hann fær að taka út, skilju, hvað hann vil túlka út í þessu veist, mér finnst það ekki að skemmtilegt og tónlistarmenn sem gerir þetta ekki mikið, bara svona, veist, erlend tónlistarmenn eru svo bara Young Thug og Future, skilju, þeir eru þú skilur ekkert endalega hvað eru að segja þú veist, þú skilur eiginlega ekki hvað Young Thug segir en þú heyrir samt eitthvað dót og þú heldur að sé það svona að heyra og þú fer bara að syngja átökulega með því það er bara eitthvað melodía eða eitthvað, veist en, veist, já ég fatt að hvort það fara en, þú veist, stundum er gaman líka aðeins að svona fela fyrir fólki og ekki bara vera, það er líka svona fólk stundum miskilur rosalega textana mína, sko eins og ungir strákar ungir strákar sem hafa lítinn lók ég bara, what? bara hvernig heyrður þá línu, skilur, hvaða heimi bara hafa lítið wow, skilur, það er bara, þú veist það er kannski eitthvað rosalega augljóst, en þú veist af hverju ætti ég að tróða því eitthvað lag, þú veist eitthvað dýpast lag sem er eitthvað geðveitt, skilur hvernig var að vera 18 ára og bara fá það í andliti bara, þú veist, þið eru fyrirmyndir og þið verðið að sýna ábyrgð sko.
þú veist, ég lít ekki á mig sem fyrirmynd en ég samt ég líklegast ykkur fyrirmynd fyrir einstaklinga því að fólk ég veit það ekki, ég bara ég einhvern veginn horfi ekki á þetta svoleiðis, ég bara að gera mína hluti og ekki pæla í, þú veist fólki, en ég samt nú alveg fyrirmynd, þú veist, ég alveg flottur og góður og set gott example vonandi fyrir ungt fólk og eldra fólk varandi með bara hvernig maður á að lifa lífinu og hafa eitthvað attitút gagnvart lífinu eða þú veist bara brosa og eitthvað dót Þetta er samt svo léleg pælinga að þú veist að benda á okkur og útnefna sem eitthvað fyrirmynd og hver er ekki fyrirmynd einmitt, skilur, og hvað ég eitthvað, það er ekkert mitt starfi eitthvað að segja þessum og hinum einstaklega hvernig það á að lifa, skilur, þegar ég á bara stundum sjálfur erfitt með að take care of myself, skilur, það er að setja mig eitthvað fucking erfiða stöðu, en það er samt, skilur, maður verður samt að taka samt til sín og maður verður líka svolítið svona að vinna í kringum það, skilur, því ég getur, þú veist eins og segja, það er ungt fólk sem er að hlusta mann og lítur upp til mann svo bara, þú veist, og ég elska þau ógeðslega mikið og bara og ég vil að þau líka alveg bara, veist, ég vil það alveg að þau horfi á mig og hugsa bara, ok, þú veist mér langar að, þú veist verið eins og hann eða eitthvað, ég veit ekki, eða bara svona líta til hans og líta til mín eða eitthvað og hugsa kannski eitthvað, þú veist hann er bara flottur, hann er að gera flotta hluti og hann er að treysta á sjálfa sig og hann er bara að gera það sem hann vill gera, því það er svo mikið að, þú veist við búum náttúrulega í samfélagi í dag þar sem social media er náttúrulega bara eitthvað, þú veist, út allt, þú veist, það er overflow informationi og fólk er að díla við, þú veist bara óöryggi, kvíða og alls konar hluti, þú veist, ég kom að þessu topiki áður, en það er bara svo mikilvægt að fólk sé bara í sátti sjálfa sig og bara, þú veist gerir hluti út frá sér og ekki öðrum, skilur við og það er eitthvað sem ég vil sýna fólki, skilur að ég sé að gera, skilur, og þá kannski lítur upp til þeirra, þá lítur þau upp til mín og eitthvað, ok, ég ætla að gera það líka þá kannski gera eitthvað cool hluti ég náttúrulega til þess að hafa það alveg á hreinu þá dáist ég mjög mikið að því það sem ég voru að tala þetta með, þú veist, litli óöryggi strákurinn sem vissi ekki hvernig átt að klæðast að fara að gefa sér út plötu, þú veist, ég dáist að þessu hjá þér, að bara hafa stokkið út í djúpulegin þetta er bara að treysta á sjálfa sig, skilur, og það er bara sem maður þarf stundum að gera og bara til þess að accomplish eitthvað í lífinu að mínum að ég veit ekkert, ég er ekkert öll svörin, skilur, en ég tala minni hálfu, skilur, að bara kýla á hluti og ekki hugsa mikið það er bara þú veist, þannig kemst maður áfram, skilur, bara, og maður má kannski setja pínulegt að hugsa í það, skilur, en samt bara, þú veist, að ekki vera að setja þessu einhverja hemlur út einhverju öðru fólki, skilur, bara, þú veist, hendur bara einhverju svona gleru hennar og bara, þú veist, bara einhverju tunnel visioni og þú bara gerðu það sem þú vilt gera, þetta er þitt líf, skilur, þetta er ekkert líf einhver annar, ég er ekki að lifa fyrir eitthvað annað fólk, skilur, ég er að lifa fyrir mig. Með social media, varst að upplifa það eitthvað að til dæmis, þú veist, á þessum tíma þegar að þú varst að ströggla sjálfur, varstu að posta myndum það sem að þú varst bara nettast eitthvað inn á landinu og leiðist helvið illa? Ég skal alls ekki, málið með social media fyrir mér er ekki, það er ekki problem fyrir mér, mér finnst social media bara að vera toxic, það er bara, þú veist, það er bara eitthvað svona share community og það er eitthvað svona svarthól, skilur og þú ert eitthvað ofastur í því þá bara svona, það getur að affekta á eitthvað hræðilega máta og þú bara einhvern veginn nærði ekki að njóta öll því sem er kringu þig og þú setur eitthvað svona fárálega pressu á þig, skilur, og það er eitthvað sem að vera meðveitur að social media ekki gert, það er svona smá svona óraunveruleiki, skilur, það getur að affekta einstaklega á bara misjafnan hátt, skilur mér er alveg saman þannig að social media, ég hend bara einhverja mynd og whatever, skilja, fólk fílar hann ekki, eða einhverju, það er bara, eina sem vandamálið mitt ég er alltaf í Explorinni, ég fyrir upp í rúm hendi í Explorið og ég bara scrollaði 2 tíma bara eitthvað bullshit, sen ég bara til 2 tíma hvað var ég að skoða? Það er ömurlegt, en líka eins og núna ég gerði fyrir plötuna, skilur að ég bara, þú veist
hætti á Instagram út af því að ef þú hugsa út af Instagram í dag, það er sjúklega góð marketingplattform. Það er eiginlega bara aðal marketingplattformin í dag. Þú veist, fyrirtæki eru bara núna að byrja að fara inn á það, bara hægt og rólega inn á social media, bara bransan, skilur við. Bara áður voru eitthvað útvarpsauglýsingar, sjónvarpsauglýsingar, dótið, en núna er bara social media, bara interneti er bara svo fucking sterkt. Þannig að, þú veist, það sem ég þurfti að gera hana fyrir plötunum til tíma, því máli með að, þú veist, maður er ofta að taka eitthvað verkefni að segja, þú veist, auglýsa hluti og sem maður vill auglýsa náttúrulega og bara vera einhver áhrifavaldur, skilurðu, sem er líka svo hlægilegt, en hérna, þú veist, ég segi bara að, þú veist, það er stundur svo mikið bullshit og ég á bara eitthvað svona, nú er ég bara að fókusa að búa því góða plötu, ég þarf ekki á öllu þessi internetbulli að halda, bara, ég ætla bara að jartengja mig, bara að vera í stúdíónu, góðu væpi og taka með pásu. Já, fíla. En þú veist, síðan náttúrulega vissulega nota ég náttúrulega líka eitthvað með Instagram náttúrulega til þess að bara koma plötur minn út, skilur það bara, ég með náttúrulega fanbase þar sem fylgist með mér, þú veist, þar getur fólk náttúrulega fylgst með eitthvað öðru og þú veist, ég vil líka bara lifa mínu persónulega lífi, ég vil ekkert að fólk sé eitthvað allt og mikið onni í lífinu mínu, þú veist, ég vil bara eiga mitt líf, sko. Þótt ég elska alla og allt, skilur, það vil ég samt líka bara, þú veist, ég vil geta gert hluti án til þess að vera bara eitthvað, hæ, eitthvað, já, ég er eitthvað með strákunum, eitthvað í stúdíónu, eitthvað, þú veist, ég bara, þú veist, frekar vil ég bara vera in the moment, skilur, með fólkinu og bara njóta, skilur. Þótt mér finnst vissulega gaman að henda á til einhverju vitleysu dóti, eitthvað, blessa mér, eitthvað. Já, ég fattar hvort það. En þetta bara getur affekta mann mismunandi, þú veist, maður setur, þú veist, ég þarf ekki á þessu að halda eitthvað, ég þarf ekki að setja mér langaði bara ekki að setja hugsun í þetta, svona, að þetta taki eitthvað af batterínu. Ég er orðið svo fárlega hægt hérna, sko, En mér fannst þú vera á tímapunkti vera svona svolítið leitandi eftir einhverju öðru en tónlist. Þú fórst að tala að þið langaði bara eitthvað að fara að pæla hans í markaðsfræði og eitthvað svoleiðis. Þú fórst á tímabili, fannst þið vinnu við uppvask, eða ekki? Vissulega, það var endur áður en ég gáði Flóna 1. Þú veist, máli með að þú veist, það var áhugavert. Ég náttúrulega vann náttúrulega bara púlliðinn Dominos og síðan hendi ég með hana uppvaski á kærunni og það var bara svona, þú veist, þá var svona sama tíma var ég það sem alltaf eitthvað í stúdíónu og veist, sofa ekki að lengi og ég var ekki að fá neitt pening inn nema með því að selja skilríki til bettara. Það var grændið mitt, sko. Það var ógeðslega fyndið, en það var dæmið sem það skila ég allan einhverjum pening inn því að það er bransi, sko, það er business í því, sko, og þessu, allan á þessum tíma þarna, það var bara allir að betta, einhverjir gæjar sem átti 4-5 milljónir bara að betta fullu og bara þið þurftu nýtt bara skilríki bara sem fyrst. Já, þeir sem sagt þurfi notendaupplýsingar hjá einhverjum öðrum. Ok, þannig þú varst bara að selja þig? Já, með leyfi þá einstaklingsins og þá var ég búinn að díla við þau verðum hvað þau fái, skilur fyrir að gefa mér skilríkið og sem seldi það, miklu herra, Þetta var bara ógeðslega fyndið, ég var bara eitthvað lítið finesser, skilur, þetta var bara áhugavert grænd, skilur, ég elska grænda, bara fara og sækja hana, pening, en það er svona eitthvað sem mér finnst mikilvægt að ég líka gera, ég hafi góðan aðskilnað frá einhverju svona peningadóti og tónlistin minni, af því að tónlistin er eitthvað dót sem ég vil bara hafa útrúlega, raunverulega og bara ég veit ekki, bara svona peningar eru bara peningar, skilur, þeir svona þótt ég geti eitthvað að tala ekki eitthvað reynslu mig hátt eitthvað peninga, skilur, en bara ég vil hafa það alveg svona separate. En vissulega var ég samt líka í uppvaskið á sín tíma, það var ógeðslega gaman. Þá var ég alltaf bara að hlusta á plötuna Flóna í uppvaskinu og bara tónlist og var bara að vaska upp og bara geðveikt. En varst ekki þarna bara svolítið að leita að einhverju rútínu? Jú, þá var ég á svona tímabil sem ég þurfti rútínu, sko. Hljómar svolítið svoleiðis? Já, og bara svona, það er stundum svo erfitt að eins og segja, vera bara ekki í neitt rútínu, það er erfitt, sko. Já, líka bara að hafa vit fyrir sjálfum sér á þessum aldri, sko. Það er nefnilega það er alveg erfitt, sko. En það er líka svo ótrúlega þroskandi og það gerir tilbúinu líka bara fyrir lífið, skilur við, bara, ég veit ekki, þetta var bara gaman og líka bara aðeins að
ekki að setja þig á einhvern of háan skilur þótt ég var ekkert ekki að gera það Nei, ég skil en þú veist, maður hefur stundum gott að aðeins að kýla í ego eða hvað sem þótt að ég sé nú ekkert eitthvað endilega eitthvað þannig, þú veist, en ég er bara að segja það er gott stundum að gera bara eitthvað hluti sem eru endur ekkert eitthvað hluti sem maður vill gera ætla þess að gera, maður verður stundum bara að gera hluti Já, varstu kannski ekki bara aðeins og frjáls þarna? Jú, bara frjáls og var líka bara eitthvað að vera viltur skilur og maður þarf stundum bara aðeins að fara í raunveruleikann sko. Stundum er maður svolítið svona í ykkur bara stundum er þetta bara, þú veist maður bara eitthvað, lífið er eitthvað ógott Já, en það er ekki eins og þú sért orðin, þú veist 60 og leiðin á eftirlaun núna, þú veist, hvernig horfir á tónlistina áfram? Og þarna varstu greinilega kannski á smá krossgötum með það hvort að tónlistin væri eitthvað sem þú geti lifað á í framtíðinni út af þú vissir það ekki en núna ertu að horfa bara á þú veist, lítur þú sjálfa þessum tónlistamann eða? Já, þú veist, þetta er bara að vinna mín, skilur við og er þetta það sem þú vilt halda sem vinnuðinni? Það væri ógeðslega gaman, það er bara draumur ef það geti gerst Mér hef alltaf dreymt mjög mikið að geta farið til Noregs, Danmörkur, Svíþjóð, Norðurlöndin fór núna með þessi ferð til Noregs eitthvað reyna að hitta þar ógeðslega næs gæja Filip Emilio, Unge Ferrari og Arif þessi gæja, Aron fór líka núna út Aron líka ofta að fara eitthvað út til Noregs eitthvað að tjekka, hann er með gott fanbase þar þú veist, það er bara eitthvað svona eitthvað svona, þú veist tónlistasena í Skandinavíu er bara eitthvað dót sem ég hefur bara ógeðslega mikið áhuga bara að reyna að koma bara sterkur inn þú veist, mér langar að það er samt erfitt skilurðu, það er löng ferð skilurðu en þú fer bara á þú veist, reynir alltaf að gera allt sem þú getur í þess að gerist skilurðu, eins og bara ég og Egill Ástrás einn umbúrsmaður neyri one-on-one, við bara nú förum bara út og við förum bara og linkum upp bara með fólki í Noreg bara kynna senunni skilur og við fengum bara boð bara til þú veist sem bara aðalgæðana í senunni skilur og þeir bara tókur inn bara eins og ykkur fjölskyldu og bara matabóð þarna ammælis matabóð þarna með bara nánustu fjölskyldu bara ég eitthvað þarna ógeðslega feiminn eitthvað þú veist en við fórum alltaf nú út skilur og við fórum á P3 Guld sem var tónlistaverðlaun í Noregi og var svona alls konar hluti þetta var ekkert ævintýri fórum að djamma með allir liðinu skilur bara, þú veist og málið með líka tónlist að þetta er svo mikið líka bara, þú veist, að networka við fólk og bara kynnast, þetta er svo mikið bara, já, bara, þú veist bara fara að hitta fólk og hafa gaman, skilur og ná einhverju tengingu og, þú veist, og vinna síðan saman á einhverju tónlist, fara eitthvað músikkamp eða ég veit ekki hvað Hvað heldur þú með íslensku sinnuna? Ertu ekkert hræddur að þú sést bara búin að ná upp í þakkið á henni nóg eftir já maður, gæir eða sko ég veit alveg að nóg eftir og nóg hægt að gera en ég einhvern veginn svona horfa á þetta bara svona, þú veist, hvert er svigrúmið ef þú gefur út þína fyrstu plötu og hún er bara í toppsætunum það er bara ekkert, málið með að þótt að einhver listi segja að þú sést númer 1 eða 2 eða 3 eða 4 þá finnst mér það ekkert segja allt það þú veist, hvað er það sem gerir þú veist, þessa OG íslensku, þú veist, tónlistafólk hvað gerir það svona, þú veist, eins og bara Bubbi, skilur Bubbi bara með fucking swag, skilur hann er bara fucking nettur, skilur hann er bara búin að örna það respekt hann var að fá núna bara, þú veist, Poker for Life frá forsetanum, það er ekki núna eitthvað, hann var að fá eitthvað heiðurs listamanna, eitthvað dóttir í, þú veist, hann fær núna alltaf listamannum borga bara þá til hann bara, veist, verður gamall og ferskilur ok, fór fram í mér allan veist ég bara að segja, þú veist, að þú veist, þú, mitt svona, þú veist, þú vilt eins og segja, þetta er ekki bara eitthvað lista, þetta er bara hvað þú deliverar til fólks og hvernig þú snertir fólkið, skilur hvernig ég snertir fólkið sem hlustar á tónlistina mína, hver er mín tenging við það, skilur og það er þessi, þú veist það er það sem ég reyna að gefa úr tónlistina mína, það, þú veist að það er leita kannski við mig þegar eitthvað, þú veist, lítið í sér eða það er eitthvað, þú veist og þá hugsa til eitthvað hlustar á mig eða eitthvað og þá er ég eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona guardian savior, skilur, fyrir sem ég ekki að segja sér, skilur, en bara svona mér langar
að, þú veist mér langar bara að geta gert ykkur ásum hluti, skilur Og það finnst ekki vera neitt svona þak á því þú getur bara haldið því áfram og með því að gefa út þitt stöf þá bara stakkar það en samt, þú veist tónlist að sena hún síbreytileg, skilur þú að, þú veist það er að halda sér relevant eða ekki relevant en það eitthvað sem ég kýsa ekki að pæli, skilur því ég að búið til tónlist fyrir mig, skilur það kannski erfitt fyrir einstaklingar sem búið til tónlist til þess að reyna að vera vinsælir eða til þess að reyna að vera þetta en ég bara að gera þetta alfarið fyrir mig, skilur og það bara eitthvað svona þú veist, sem einkennir bara með mig, skilur þú veist, það ekki allir heldur sem ná að þú veist, hafa þetta þannig, skilur þeir eitthvað að stressa eitthvað, við vorum að gefa þetta singulina sem var geggjaður vinsæll og ég bara við verðum að búið til annan singul, skilur við verðum að ennþá að vera stærstir og vinsælastir, skilur við bara, veist En þetta segir mér að það hafi samt ekki nein áhrif á þig að ná svona miklum vinsældum strax að vera smá smeykur að gefa út eitthvað aftur Þú veist, nei þú veist, vissulega, skilur maður veit náttúrulega eitthvað að fólk að fylgjast með manni en ég læta samt ekki að hafa áhrif á hvernig ég bý til tónlistina Nei, það að halda því aðskildu Já, það alveg aðskildu, af því ég held mínu lífi svo mikið út af fyrir mig ég ekki óber með mikið eitthvað fyrir fólk og veist og bara, veist, og ég passa þetta bara eitthvað svona dót sem ég verð að passa þú verð bara svona að garda þetta þú hafir þetta þú getur bara verið að búið til tónlist fyrir sjálfa þig sem alveg líka mér margir gera en þú veist og þú verður að halda bara því huga að fara áfram skilur bara sama hvað en það alveg erfitt það ekkert eitthvað þú veist hvað veit ég eftir 2 ári ég bara oh my god ég floppa alveg ég bara alveg búin að vera skilur eitthvað þú veist en þá það bara staðan skilur fyrir bara að gera eitthvað nýtt Hvernig að vinna með eins og vorum að ræða aðan með hann Magga Magnús Jóhann Geitin, hann á einhvern þátt í nýju plötunni eða eitthvað hann á bara mjög stóran þátt í henni Já, hann nefnilega líka að einhverju leyti maðurinn á baku út í game með Birni Já Hann á píanóspilið Jú Arnar náttúrulega bjóð til bítið og allt það Þeir útsetta, ég veit ekki alveg hvernig það er en þeir pródúsa allar saman held ég Hvernig kemur hann að þinni plötu? Nýju? Mjög skemmtilega sko en að ég er búin að drekka svo mikið vatni alveg sko málum með að vinna á þessari plötu var þannig að ég var búin að búa til bara, veist ég var að búa til lög og síðan bara eins og komin aftur skilur bara fyrsta lagi af plötunni það bara, þú veist, það var bara bangin þegar ég bjóð til að bara og ég var bara eitthvað, oh shit þetta er hard, skilur, það var like damn bara hei Maggi ég var að taka sess og sjá hvað þú getur hent á þetta, skilur fer í stúdíu til hans hann tengir alla sinna sína og allt á því sem hann er með hana og síðan byrjar hann bara að spila yfir þetta, skilur og það er bara geðveikt, þú veist og við byrjum bara að hreyfa hausana og þú veist þetta er bara eitthvað svona töfradót sem gerist bara eitthvað með henn og Maggi er búin að eiga þannig innbútt á bara plötuna bara, og svo gaman og bara heiður fyrir að vinna með Magga sko bara að því að það líka því að hann spilar svo mikið á hljóðfæri ég hef svo mikið verið bara inni í tölvunni Einmitt, er ekki gaman að brjóta það eins upp með að fá bara hljóðfæraleikara inn í þetta og þá líka, þá erum við að þróa þetta sound skilur við það er ekki lengur það sama skilur við, það er að þróast í eitthvað meira komplex og verður þá meira leið kannski meira uník skilur Algjörlega En ég held að sé mjög ferskt einmitt fyrir einhvern sem er bara búin að vera með bíta í tölvunni og byggja inn á lyklaborðið Það getur stundum verið Ertu bæðið að spila inn í gegnum lyklaborð? Ég þá Já, ég er með keyboard Já, þú ert með hljómborð, þú ert ekki að spila á tölvu lyklaborðið Ég hef vissulega bara oft í flugvélum ég bjóð til grunnan einn heim ég var bara í flugvélaleiðin heim frá Lari Union því ég var í fríi með Pétri og við fórum á franska nýlendu og ég var 11 tíma flug heim og ég bara opnaði tölvuna og hendi ykkur beats hendi ykkur 3 beats og síðan var ég bara með þetta beat og síðan manni ég kom heim og
ég skal segja, sáferill og það lag er ógeðslega fyndin eins og ég var í flugvélni, búinn að rissa bítið svona grunn, bara trommur kom með eitthvað svona síðan var ég bara eitthvað heima hjá mér og ég tengdi tölvuna mína, ég var að fara að horfa á Netflix og fara að sofa og stundum þegar ég er að busta með tennur og þá fíla ég að hlusta bara tónlist eða beat eða eitthvað sem ég er búinn að búa til og ég hendi bara í sjónvarp mitt og byrja að spila beatið og síðan er ég bara eitthvað busta tennur og muldra bara eitthvað melodi og ég bara ok, ég verð að taka þetta voice record skilur og þá kemur það skilur og síðan fer ég niður í stúdíó og þá, hendi ég bara einn heim, farin út seint heim, hvað þú einn heim, ég er búinn að vera að leita þér í allt kvöld og þá er ég búinn að lega vókalinn við bara, beatið og þá bara damn, what the fucking fresh og þá til dæmis, eins og Öddi líka, Auður Lúders, hann er líka búinn að eiga þátt í þessari plötu að hann er náttúrulega örglgóður á gítar já, ekkert smá þannig ég bara Öddi er náttúrulega í sama stúdíu sko. Þannig ég bara, Öddi, koma að sé þér hann hoppar yfir hendir í gítarinn og þá kemur hann þess að kemur hann í byrjun og er í laginu og þá er það búið að þróast í það skilur að það orðið strax stærra, það er að addast meira og meira orna og þá erum við bara búin að hlusta og ég og Öddi erum saman í stúdíum bara, gaur, þetta er geðveikt vibe eitthvað, syngi bara í Magga bara Maggi það er alltaf mikið væpinn og þú verður að púla bara kemur bara Maggi bara með sinn þannig sína og við endum allir þrír að vera bara með hausun og fullu bara og við erum að gera bara eitthvað hella sem var bara einn heim til skilur og það er bara geðveikt lag skilur og þetta er eiginlega bara svona ferillin eiginlega bara þetta er bara eitthvað svona náttúrulegt þetta er bara eitthvað svona þeir er bara eitthvað þetta er bara gaman skilur bara búa til tónlist þetta er ekki eitthvað svona eitthvað mikið, þetta er bara, þetta er eitthvað með bara svona, sem bara klikkar, skilur og eins og þetta lagði pælið í, þetta var bara til svo hratt, þetta bara, bara bættum og bara, og það var alltaf nettara og flottara, en síðan var líka að vita hvernig það stoppa, að því að þú heldur of lengi áfram lag, getur enda með að ofvinna, skilur. Ertu ekki alveg búin að vera svolítið í því, eða? Að ofvinna lög? Já, eða bara svona veit ekki hvenær bara að segja, herru, stopp nú og gefið út. Nei. Það er duglegur í því að bara segja að þetta er komið. Já, ég frekar, ég var að segja á hann svona, ég frekar bara konsistent í stúdíuna að búa til bara fullt af lögum og grunnum og síðan vel í úr frá þeim grunnum og þeir grunna fara eitthvað svona, úrsliti og þá fara þeir verða spæsaðir og verða gerðir flottari og production er, gert flottara og síðan kemst það inn á einhverja plötu eins og segja og ég hef sagt áður og ég á ótrúlega mikið af efni skilja bara contenti bara af lögum sem eiga ekkert við endilega skilja því þú getur búið til lag á einhverju tíma þú ert bara oh my god þetta er svo geðveikt lag og síðan eftir eitt viku eða 2 viku eftir þetta bara þetta var svona einsveiku lag skilja en samt kannski getur það líka orðið bara einhver banger setna með en mér finnst þetta að vera svona partur af prósessunum að þurfa að velja út af því þú ert að reyna að skapa einhver ímyndir í fólk þú ert að skapa þú ert að reyna að búa til einhver heild sem eins og plötu koncept fyrir mér þetta er svona ákveðin saga skilur eins og Flóni 1 og svona saga skilur og þessi plata Flóni 2 er meira saga skilur það er svona mér svona sýnir held ég svona ef þú hlustar á það þetta svona ég er bara búin að þroskast og ég er bara að vera ég er að vera aðeins eldri samt bara að fá ekki tvítur skilji ég er að vera 21 en skilji hvað ég meina þetta er svona ég er að mála mig öðruvísu upp núna fyrir fólk ég er að mála mig smá persónulega samt ekkert eitthvað endilega eitthvað útrúlega persónulega þetta er samt líka bara eitthvað svona ég reyna að skapa eitthvað væp fyrir fólk sem eitthvað eins og falskar ástir skilur það er ég ætla að segja þitt besta lag en ég veit ekki alveg hvort að mér finnst það vera við en það er alveg klikk það til dæmis lag það lag fyrir mér það lag á plötunni er það er alveg vissulega er það persónulegt skilur
já, alveg mörgum ástamálum skilur við okkur svona dótiri og það Mörg hjörtu sem ég er búin að eyða já maður, þú veist það er erfitt að vera fucking tvítur og fucking gera það dót skilur, það er alveg erfitt sko, það er þú veist, það er bara pros and cons og allt skilur og, en eins og það lag það er bara svo einlægt skilur, það er bara ég er bara að tala bara þú veist realitismann skilur hjá mér og líka og kannski bara fyrir annað fólk skilur bara, þú veist hver er ekki búinn að prófa að fara á date og eiga kannski erfitt með að deyta eitthvað og bara eitthvað, oh my god, bara eitthvað Þetta laga fyrir ykkur öll já, eiginlega, þetta er eiginlega bara lagið fyrir ykkur til þess að gráta við eða eitthvað lítil eitthvað ástamáling að gangi ekki upp skilur, þetta er klikkalag þetta er basically það, þetta er bara þú veist að your love life is a mess og þú veist, þetta er bara það lag þetta er bara go to til þess að hlusta að þú veist eitthvað lítill Varstu þjáður þegar þú skrifaði textan? Já, þjáður Hvernig er það bæði? Þegar eins og þú tala hérna varstu að busta tennurnar og byrjar að rafleika yfir lagið getur þú farið inn í stúdíu og bara krafið þig hugmyndir eða koma hugmyndirnar bara þegar þú ert bara þetta er bara eitthvað svona náttúrulegt dót sem ég get ekki þessu útskipt þetta er bara eitthvað svona þú bara sest niður og bara byrjar bara að fikta og fiktið endar yfir bara eitthvað resulti sem er bara eitthvað lag skilur og þú veist en stundum er líka bara ég bý til eitthvað dót ég bara oh my god ég get ekki gert neitt við þetta og þá er ég bara að hitti á rangan dag til þess að vera að búa til eitthvað og þá bara hætti ég í stúdíónu fer heim spilaði Fortnite eitthvað hitt strákana fyrir sund, raktina, þegar ég get fyrir spa ég vissilega fyrir mikið í spa by the way fucking svo næst líka í þessum plötu ferli að hérna ég fekk alltaf frýtt nutt ég bara vorklas fucking sá bara að ég myndi bara fucking klára að gera þessa plötu vel sko hvað það er fucking næst þú bara í stúdíónu sem þú bara hoppar í fucking nutt skilur það var mikil hjálp í Workclass gera þessara plötu það var svona á ekki auði hérna eitthvað í falskar ástir hann á beatið sko. Vorstu að segja mér að það var eitthvað Flóni type beat þegar hann það er ógeðslega flott beat þegar hann sagði mig þegar hann bjóð til þetta lag þá var hann að líka gangi gegnum einhverja hluti og hann náttúrulega bjóð til aldeilis ótrúlega flott opinskaða plötu mér finnst það ekki það flott sko. ég bara auði er bara ég elska þetta og ég er yndislegt samband saman ég var ótrúlega mikið til að gera eitthvað flott lag með þetta eitthvað fallegt en hérna auði þegar hann bjóð til hérna, tónlistastefið fyrir falskar ástir eins og leiðilegt að kalla beat það er eitthvað svo lítið það er eitthvað svona það er svona minimalist og svona geða mikið hvað þetta er .mp3 já, með þetta svona við erum alltaf eitthvað svona að tjóka með þetta í stúdíun eitthvað gaur, eitthvað hendur þessu beat allan hann var á einhverjum tilfellingum stað hendir þetta fallega beat beati upp og ég bara instantly bara oh my god ég er fara núna og ég er að fara að taka upp sko. hann sendi mér það bara strax ég sest niður og ég byrja bara að freestyla bara búm ég náttúrulega því ég skrifa líka í freestyli það er eitthvað að mér skil ég get ekki setið og skrifað og hugsað ég get það ekki freka bara þú veist ég syng bara eitthvað og hey, þessi setning passar kemur næstu setningu og þá er eitthvað með svo líka náttúrulegt út frá mér það var bara current nákvæmlega situation hvernig mér líður at the moment skilur hvað meina Þetta lag byrjar á ég horfa sjálf á mig og veit alveg hvað er að ég horfa sjálf á mig, veit alveg hvað er að hvað er að þegar þú horfur á sjálf á þig þú veist ég var bara erfitt með að finna ástina skilur það er bara erfitt bara hvað er draumandi sem ég skilur hvað er svo draumandi sem ég bjarga mér og þú veist, það er bara þú veist, sem kemur eitthvað ég horfa sjálf á mig, veit alveg hvað er að erfitt með að halda sambandi ég og baby saman hvað í gegnum tíman þetta er bara ógisla þú veist, bara líka línur sem koma nægi að díla við að sjálfa mig spurning hvort að þetta segja og það sem að mér langar í hvernig get ég gert þetta og ég elska ekki sjálfa mig þú veist Er þetta einlægt eða? Já maður, þetta er bara, þú veist það er bara sorg í þessu skilur það er alveg sorglega að eiga erfitt með að finna ástina það er bara
Ég get alveg trúið að fólk sé að fara öskur syngja með þessu sko. Já, það er bara, þú veist, það er bara svona ákveðin einmannleiki, skilur Þú veist, ég er ekkert einmanna, skilur en þú veist, samt ég þrái jafn mikið ást og allir aðrir ég þrái eitthvað til þess að halda mig og þú veist, kúra með og ég vil vera litla skeiðin, skilur Já, þetta lag fjallar það að vera litla skeiðin, já algjör einföldur, sko en þú veist, þetta er voða svona touchy og síðan komum við að lagi eins og, veist, viltu mig, skilur það er líka svona mjög líka svona ég bara segja fólki Þú ert að tala eitthvað case þar já, bara cases er frekar bara, veist, mörg situation, sko ég veit ekki, maður verður bara þú veist, finna eitthvað sem er raunverulegt og ekki sem er fake, skilur falskar ástir er eitthvað eins og segi, falskar ástir eru ekki góðar ástir, sko maður vil finna alvöru ástir Sá er búin að þroskast maður Nei, þetta er algjörlega, ég finnst þetta geggjalag á hérna, og örgulega bara eitt af besta sem við hefum gert en mér finnst vera svona í gegnum öll lögin vera svona ok, eins og þegar við tókum hérna myndina fyrir Tala saman Svo gaman skemmtilega, já, við komum að þetta smá Alltaf að tala um leika já það var geðveikt gaman, sko Shit, hvað það en hérna, þá var hann Pétur Kiernan hann besti minn þinn allra besti og hann er að DJ meðan við erum að taka myndinar og hann lætur á þú veist, þetta var eitthvað svona stemming vil ég heyra eitthvað óútgefið eða eitthvað svona eitthvað sem að ég er að pæli að búa til eitthvað bla 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 og það kemur alltaf þetta lag leika Elskan, ég skal með þig leika Elskan, ég skal með þig leika eða viðfræga og þú veist, ég man bara svona að þetta lag hittaði mig strax það er bara eitthvað svona laglína málið með þetta sem ég dýrska við, sko, þegar þú ert að gera eitthvað melodíur og það er bara borast inn í hausina þér og veist, ég er með eitt lag núna sem er ekki á þessari plötu strax byrjar á nýju ég er alltaf í stúdíónu en allan að eins og, veist, og það er með eitthvað svona melodi sem bara borar alveg inn í hausina og þú ert bara lappa, skilur og allt í næstu bara eitthvað byrja bara að syngja hana, skilur bara, og það var ógeðslega mikið með leika því það var bara melodían var geðveikt sterk bara tónstefið, bítið en það var samt einhvern veginn svona óreglulegt og það ég man að þegar ég var komin heim eftir þetta það var ég bara svona býtu, hvernig var aftur laglínan og ég man að ég myndi ekki hvernig hún var en ég varð að heyra þetta aftur það er málið, þú verður svolítið svona addicted að hlusta á dótið og þetta það var ógeðslega fyndið að þegar við vorum að klára þessa plötu að þá sagði ég Arnar Inga Gaur, ekki senda mér plötuna af því að ég hlusta gæða mikið á tónlistum það bara, hver gera ekki að búa til tónlist skilur, bara fullkomlega eitthvað út reviewa þetta en það var svo fyndið að því að ég vildi ekki fara í það að fá leið á efninu mín að það ég gaf út þannig ég sagði hann ekki að senda mér það en síðan enda með að senda mér það en í þeirri, og að því ég varð bara brjálar, ég verð að heyra þetta dót, skil, ég verð bara að heyra þetta dót sem ég er að syngja þú veist, þú verður bara að senda mér þetta núna, skil og það er, eins og ég segi, það er bara þetta element með eitthvað svona melodíur og veist, eitthvað sem þú satisfæðir þig eitthvað með og vill hlusta á aftur og ég veit ekki, bara, þú veist, leika var vissulega sterkt með það og tala saman er hann líka tala saman bara laglega, ringi hann og spyr hvert að fara ringi hann og spyr þetta er svolítið svona óregluleg og skrítin, þetta er ekki eitthvað húk, þetta er bara svona veist, lagið byrjar bara á þessu mér finnst, þetta er eitthvað svona tótt sem mér finnst bara, ég veit ekki ég er bara eitthvað með eins og gauð sem er líka ótrúlega góður að gera þetta er Aron Kahn, bara melodíur bara góð melodíu bara veist, það er að skemmtilega við að geta eitthvað með svona heldur samið veist, og það, ég veit ekki líka, þú ert ekki að semja melodíur það er bara, þú veist eins og segja, eins og með mig það koma bara eitthvað með, þú bara frístalar og síðan ertu búin að taka það upp hlustar á nokkuð sinni og varst bara þetta er catchy, skilur, þetta er bara veist, þetta stikkar eira, skilur eins og Gauti talaði þegar
þeir voru búið til silfurskotta -hmm. að Aron hafi bara þurft no time bara að senda tilbaka bara þú veist bara geðveik melodía skilur og bara og líka lyrically skilur þetta var bara þú veist þetta bara uppfyllir allt sem þú þarf til þess að fá uppfylla og það er ég veit ekki þess vegna er svo gaman að syngja ég elska að syngja og ég er að reyna að fara veist þegar fólk er eitthvað að þú ert rappari ég er ekkert rappari nei einmitt þú ert ekki alveg þar sko. ég er bara samkvæmt gömlu skilgreiningun alltaf ég flakka og bara milli ég er bara veist, þetta er ógeðslega asnalegt kannski að segja þetta skilur en þú veist ég er frekar bara þessi tónlistarmaður eða bara listarmaður skilur sem er að reyna að búa til ég vil ekki leipula með sem eitthvað svona einföldun á hverju dóti svo einfalt að bara eitthvað þú ert rappari þú ert söngari eða eitthvað skilur þið langar alveg að gera kvikmyndatónlist já bara tónlist skilur tónlist er bara þú veist eitthvað fyrirbæri fyrir mér sem ég bara þú veist bara dýrka skilur og bara vil halda áfram að vinna með bara ábyrglega þangað til aldrei skilur ég var bara með þess að skoða eitthvað skóla úti og eitthvað svona ég myndi vel eitthvað að fara já þú ert náttúrulega sestur á skólabekk aftur núna en samt eitthvað í kringum tónlist og samt sko hvað heitir þetta? Hljóðtækni nei, hérna Studio Sýrland kallinn ætlar að næla sér í stúdent já, hugsa hvað er gott eiginlega sem það er ekki svona aðal pointi sem er með þessu námi aðal pointi með þessu millangan á þessu svona aðal það er bara að læra Pro Tools já, væntanlega Pro Tools og læra að mixa og mastera sjálfur pældu í því ef ég gæti lært að mixa og mastera sjálfur ok, ég kann svo nokkuð en að mixa en að mastera sjálfur þú veist, þá get ég líka að fara að vinna sem producent, skilur ég fara að vinna fyrir aðra og annað tónlistafólk, skilur mér finnst það líka alveg gaman, ég er ekki alveg eins mikið að gera núna nema þegar ég hitt eitthvað á það, skilur það er svona, það gerist bara en, þú veist og líka vera, þú veist, recording engineer þú veist, það er alveg vinna, skilur þú getur verið að fara út og vera recording engineer hjá bara eitthvað Columbia, bara eitthvað huge studio þú veist, bara sittur í eitthvað tölvu og ert bara með huge artistum bara að engineera sessionina, þeir taka upp og þú ert að raða upp og alls svona dót, skilur þetta er svona nám sem býðir bara allskins möguleika ef þú ert gera eitthvað í tónlist hvernig er að vera í svona miklum hraða í þessari senu? Hvernig finnst þér, stressaði ekkert að þú veist, að gefa eitthvað út og síðan þú veist, á meðan þú ert að vinna í einhverju þá er Herran Hetusmjör bara, þú veist, búin að gefa út 2 plötur og þú veist, og Jói P. og Króli droppuðu einni óvænt og ekki gefa út þarna og það er Aron Kahn ætlar að gefa út þarna. En málið með, það er allir bara að gera sitt út, skilur. Algjörlega. Og málið það besta við, það sem er svo yndislega við senan heima, að það geta allir talað saman. Allir bara, við erum allir vinir, skilur. Það er ekkert bíf eða neitt kjafta, bara allir elskar hver annan, skilur. Þú veist. En það virðist vera svolítið erfitt að gera eitthvað sem að situr vel og lengi í fólki. Ekki það að þetta sé ekki gott stöf, en ég meina að það er bara alltaf eitthvað nýtt komið. Það er eins og segja, þetta breytir tíma núna í tónlistinni. Það er erfiðar að búa til gott stöf. En hvað gerir þá? Setur bara meiri vinnu í það. Er það ekki smá það sem þú ert að reyna að gera með þessar nýju plötu? Svona... En hún er ekkert, skilur, trompamitt, skilur. Þessi nýja plata er ótrúlega góð og bara, ég get ekki beðið eftir að fólk fá að heyra hana. En ég er samt alltaf ennþá að vinna efni sem er betra og betra og betra og betra. Frá mínu sjónarhorni, skilur. Og þótt að fólk á einhverjum tímapunkti myndi ekki finnast tónlistin góð eða eitthvað, bara so be it, skilur. Þú veist, en eins og segja, ég er alltaf að reyna bara að verða betri og betri, skilur. Og ég er ekkert búinn, sko. Ég vil gera miklu fleiri flottari hluti og bara lifa mínu lífi, skilur, og hafa gaman, bara, þú veist, njót, eins og segja, þú veist, ég var með eitthvað svona hugafarsnút, eða ég veit ekki hvernig orða það. Hugafarsnút, águst að fyndi orð. 100% það sem við erum að fara að nota yfir þetta núna. Búa til orð. En, þú veist, var einhver minn í því eitthvað svona að ég var í einhverju svona situation sem ég var ekkert til í að vera í einhverju svona athyglisdót og vera með punktur í okkur fólki og einhver fyrirmynd og okkur svona dót, en ég ákvaði bara að, þú veist, frekar að vera bara þakklátur og fyrir þá stöðu sem ég er í núna og geta snert fólk og þú veist bara
vera að vinna það sem ég er að vinna, það er bara eitthvað menn, ég veit ekki, það er bara, það er ekkert sjálfgefið, það er alls ekki sjálfgefið og leiða ég bara, veist, leiða maður átta sig á því, skilurðu, þá bara svona, tekur þér bara, þá líður bara miklu betur. Já, ég dæmi þig ekkert fyrir það og ég veit alveg að, þú veist, að maður segir, að maður vill ekki, þú veist, að maður lætur bara ekki áleit annar að hafa áhrif á sig og maður bara gerir þetta fyrir sjálfan sig, jari. En þú veist, þegar einhver fær gagnrýni á sjálfan sig óumbeðna frá einhverjum kannski sem að þú leist upp til eða hvað sem það var, það er enginn að segja mér að maður horfa á það bara og læti það sem vindum meiri þjóta, þú veist, þetta hefur alveg áhrif á mann. Vissulega. Og maður þarf alveg að berjast fyrir því að halda þessu frá, sko. Og maður þarf bara, veist, þú þarf bara að finna eitthvað leið, skilur. Það er ekkert, ég er ekkert að segja að það sé eitthvað auðvelt að það sé eitthvað fullt af fólki sem vill hafa skoðun á hvað ég geri eða mínu lífi eða bara, þú veist, alltaf eitthvað fólk eitthvað, þú veist. En ég kýs bara að það er ekkert að fara að stjórna mér, skilur, af því þetta er mitt líf og Leo, þú ert búin að, þú veist, fatta það, þá ertu bara, þú veist, óstöðvandi sem í, skilur, þú getur þannig að það bara fara og gera hvað sem það pælir í því. Eins mikið þú vantanlega langaði í sko, hvað sem vinsaldirnar og athyglinna á lögiðin. Fannst þér óþægilegt að allt í einu voru augun, ég meina ég er að tala um, þú veist, ég er ekki að segja að hafa verið að gera það fyrir athyglinna, en auðvitað finnst þér gaman að fleiri hlusta á lögiðin. Auðvitað, það er gaman að geta snert fólk. Já, sjálfsög, en fannst þér erfitt að allt í einu væri svona fleiri augu komin á þig? Varstu vandræðalegu með það? Já, smá, þú veist. Það er bara smá skrítið, þú veist, ég fer eitthvað niður í bæ og það er bara eitthvað, þú veist, þú verður svo overwhelmed hratt, þú veist, ég er bara super tense, bara í kringustinu bara eitthvað crowd og það er bara eitthvað random fólk að eitthvað með að koma og þú veist, böggaði og líka segja eitthvað næs hluti og þú talar við það og síðan er önnum að þú ert kannski bara að reyna að hafa notalega stund með viniðinum eða ert að tala við viniðin og kemur bara eitthvað mannski bara eitthvað, þú veist, þú verður eitthvað með bara svona, þú veist, það er alveg pirrandi, þú veist, stundum skilur, en þú veist skilur, ég get ekkert eitthvað. Þú tekur því? Já, maður, það er margt verra en þú veist, þetta. Já, mér finnst bara svona að fyndið að hugsa út í að einhverjum 18 ára strák sé hent út í þessar aðstæður. Ég veit, það er nefnilega ógeðslega fyndið og það er, en mér líður þannig samt ekki eftir. Nei, það er að finna við kannski, einstaklingur sem eru, þú veist, annarkvæmt einhverjum ópera mannskeri að vinsalir eitthvað með svona dót að mér líður bara svo ég sé bara að gera bara mitt dót, skilja, bara að ég bara að lifa mínu lífi og búið tónlist fyrir mig og fara heim og, þú veist, fara að djama og hitta einhverja sæðstelpur og eitthvað dót, skilja. Ég er ekkert rosalega mikið eitthvað að pæla, eins og segja, í þessu að þú veist, eitthvað fokkar í þér, skilur. Ég veit ekki alveg hvað þið orðað eitthvað betur, en þú veist, þetta er samt góða punktur, það er alveg, það er svolítið skrítið situation að vera, veist, svona ungur og þurfa að fara beint í djúplaugina, sko. Það er alveg... Já, ég veit alveg að allir segja, maður lætur þetta ekki hafa áhrif á sig eða hvað sem það er, en ég kaupi það að einhverju leiti bara ekki neitt. Það er ekki rétt, það hefur áhrif á þig. Og, þú veist, ég er búinn að þurfa að læra meira sjálfa mig á síðustu 2 árum, fara út fyrir þaðandramminn á síðustu 2 árum, eða 3 árum, þú veist, og bara, þú veist, overkoma hluti sem eru mér persónlegir og bara, þú veist, erfiða hluti, skilur við. En leiðu, þú veist, fara allt í andlitið, þú nærða að díla við þessa hluti, það er svo fárlega þroskandi. Þú kemur miklu heitri út á hinum endanum, þannig að þú verður bara einhvern veginn bara svona betri og betri manneskja, skilur við. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, ég er bara, ég vil ekki pæla mikið í þessu, ég vil bara lifa, hafa gaman, njóta bara þess meðan allt er fucking geðveikt, með allt er yndislegt, og bara, þú veist, það er eina sem
skipti þannig sé bara máli eins og segi, bara ekki lifa fyrir eitthvað aðra, lifa fyrir sjálf Er ekkert óþægilegt að mæti í fjölskyldubóð eftir að maður er bara að gefa út? Jú, oh my god, fjölskyldubóð er svo erfið, sko. Jólin núna í ár. Jólin voru erfið. Hvað er málið með að, þú veist, að vilja þurfa eitthvað, ok, að ég bara mér svo vandrar að vera ykkur jólabóð og ég er bara eitthvað, hæ, síðan eitthvað mamma eitthvað og eitthvað svona, mamma eitthvað, veist, eitthvað amma manns eitthvað, mamma eitthvað að byrja að tala eitthvað hvað þér annað gengur vel eða eitthvað og þú svona nei, eitthvað svona hætti ég vil bara vera hann í jólabóð að chilla, skilur við, bara ekki vera að pæla einhverjum utankomandi hlutum sem, skilur hvað ég meina það er ótrúlega overwhelming, skilur hvað ég meina ég er líka mjög fljótur að vera overwhelmed, svona, bara svona líka af óþægilega en ég samt get alltaf kópað mér hratt með því bara, veist að vera bara eitthvað, já, haha þetta er eins og kem í matabóð til mömmu og hún er kannski eldin í eldhúsi og með podcast þáttinn í gangi bara er þetta slökka á þessu núna mamma er líka, sko mamma og mamma mín hún er bara minn stærsti fan ever og það er svo fallegt líka leið, ég elska mömmu mína minna allt, það málið? Ég elska mömmu mína allt hún er allt gott skil í henni hún bara yndisleg, hún góð hún veist, við erum að tala það að ég var að koma heim og ungi strákar á lúpi bara, það var bara repeat og ég bara, mamma slöktu á þessu bara tala saman, leika bara öll lögin mín, bara repeat bara Spotify í símanum sínum á mér sem mínu Spotify, skilur þannig að það kom svo topplisti á mér á party efst, ég eitthvað mamma, skilur hvað mér en það er svona svo gott líka leið að hafa support frá móðinu og hún kann, þú veist hún veit hvað ég er að gera, skilur hún bara, þú veist, það er líka alveg frek, hún kannski skilur það ekki alveg beint þú veist, því hún lifir ekki þessu lífi, skilur það eitthvað, þú veist, er ekki inn í þessu en hún er full supportive, það er ekkert sjálfgefið held ég, sko Nei, það er geggjað þú veist, mamma getur líka verið bara eitthvað, hættu þessu bulli hvað farðu nú bara í skóla og ég hendi þér út eða, þú veist nei, mamma gerði það ekki mamma bara þólum og leiði mig bara að vera ég, skilur hún er alltaf barist frá því ég var lítill, sko að leiði mér að vera á þeim einstaklega sem ég er bara, sko og jafnvel þó að lögin voru að bara referensa í unga stráka að taka dóp og já, þurftur ekki að svara fyrir það? Jú, mamma og ég höfum ótrúlega náðu samband, skilur, með svona hluti og hún vissulega hefur oft áhyggjur af mér, skilur, bara veist, hver ekki er barnið, þetta er bara veist, fullu að vinna einhverju músíkbransa, ég held að geta alveg verið lett traumatizing og það er að koma heim 5 á nætunar og þú skilur ekki neitt og bara, Jesús, bara, þú veist hvað er sonurinn minn að gera og þau tilefnið það sem hún hefur kannski góma mig eitthvað með eitthvað með í einhverju vitleysu, skilurðu og ég þurfti að svara fyrir því og það er alltaf dótið sem lætur mig mest hugsa að ekki gera, ekki að vera að því að þú veist, ég vil ekki særa móður mína neitt, skilurðu bara því hún er að dýra mig sem eiginlega ég á í öllum heiminum, sko þótt að hún búi vissulega nýlega flutt til útlanda, við FaceTime hverjum degi en, þú veist ég á bara mjög góða fjölskyldu bara mjög einslega fjölskyldu að og allir bara, þú veist, pappi minn líka hann bara eitthvað, ég var hann byrjaði í Austurríki hann eitthvað ég veit eitthvað svona leipúli ég pæli að fara ánga og sína lögin og hann alltaf bara, þetta er svo professional eitthvað, bla bla, eitthvað vilti ekki að ég sé umbóðsmann, ég bara, pappi bara, þú veist chillaðu, skilur þetta er bara, leið mér að sjá þetta, skilur við erum með þetta, skilur I got this og það fyndi, þú veist, líka bara ég veit þetta er bara allt ógeðslega fyndi og mér líður ógeðslega vel með það líka að sjá að fjölskyldin er að, veist, kann að meta það sem þetta gera það er bara, mér þykir ótrúlega vænt það, veist, ég hef aldrei pælt eitthvað rosalega mikið í því en þegar ég pæli í því þá líður mér rosalega vel
af því að þá veistu líka að þú veist að þetta gerir eitthvað geðið gott, skilur, bara flott, bara, þú veist, að fjölskyldan bara eitthvað, þú veist, cool dót, skilur, bara litli frændi mínir bara eitthvað, elska mig, skilur, veist hvað litli frændi mínir gerir, þeir eru tvíburar, klipptu út greinamann í blaðinu, fórum við skólan og segja, þetta frændi minn. Þú veist, hversu awesome það? Ég sá frændi, skilur við. Og vissulega fengu þeir góðu jóli ár frá mér, sko. Fór í Toys R Us og alla pakkan, það fekk stóra jólapakka, sko. Flóni frændi? Já. Gefa ykkur góðar jólagjafir? Þú veist, þetta það sem ég vil, skilur. Þetta bara, þú veist, ég vil bara allt séu glaðir og allt séu góðu, sko. Bara, þú veist. Og þetta bara eins og fjölskylda að hafa, góða fjölskylda að vissulega glíma allir við eitthvað fjölskylduerfiðleika, þú veist, bara mismikla og sem að misheilar fjölskyldur og ég veit ekki hvað, en bara, þú veist, bara elska hvort annað og bara, þú veist, ég veit ekki. Já, ég mani, þegar vorum að taka þessar myndir fyrir coverina, hafði mammaðin einhverju ágjörðar og þurfti alltaf að taka tíma til þess að svara SMS-um og ringi ég kemur til smá. Líka bara eitthvað, þú veist, að bara eitthvað svona, þú veist, núna ég veitur í þessu felli svo Flónum 2 þá áður mamma var ekki flutt út þú veist að mamma bara hringi mér 4 nóttum bara Friðrik, verður að koma heim ég bara mamma ekki pæl mér skilur, ég bara, þú veist, haldi bara að sofa ég kem bara heim þegar ég kem heim þú veist að ég bara, þú veist, ég veit ekki, þetta bara allt ógeðslega fyndið og skemmtilegt sko og líka eins og þetta, það ekki sjálfgefið að hafa fjölskyldur og stuðning með eitthvað sem maður að gera þau geta að vera með allt önnur plön fyrir þig að hvað, en maður má líka ekki lega alveg alfarið fóður, ég hef alltaf verið smá Red Bull í mér, sko, ég verið að viðkynna það ég hef alltaf ykkur minn aðeins, þú veist, að synda móti krumóður minnar og svona Ég meina það var líka mystikinn yfir þér að það var svona bad boy image í gangi og fólk var spennt fyrir því að svona og náttúrulega gleymist hver að passa upp á Flóna það alveg ástæða fyrir að sú lína var sögð og hún líka mjög vinsæl, sú lína maður kom hún þér í eitthvað klandur, eða? Nei, það er bara hellu saga baka og ég var ekkert um henni viðtali á Kronik og það er hún útvarpshæf og ég já, en ég heyrði vittlust ég átti að segja nei, en ég sagði já og þá var svona biðu þeir eftir ég var að svara, segja söguna og ég svona fattar sem er já, meinar er hún út að sagði sagan á bakvið línuna já, hún er ekki út að sagði en þeir spurðu mig og ég sagði já og síðan voru þeir að bíða eftir söguna og ég hvað er í gangi, akkur stoppuð fárlega, en svo lína vissulega er skemmtileg og ég er náttúrulega kemur það náttúrulega líka í byrjunum af plötunni einmitt hver að passa Flóna og bara, þú veist, það líka dæmi er að það er eitthvað svona smá svona ítir undir hvernig þetta er allt under the radar hvernig ég er alltaf búin að vera á baka tjöldin það svona ítti líka smá undir þetta underground hype skilur við, bara hver er fókin Flóni skilur við, what the fuck bara hvað er Cypherinn, hvað er að neymdropa hann Varstu búin að gefa út áður en að Cypherinn kemur? Ég veit það ekki alveg ég man það ekki alveg, jú ég var búin að gefa tala saman ég var bara einhverju wild boy tímabil og ég þurfti bara eitthvað, strákurinn þurfti bara að passa mig skilur, ég var bara eitthvað að lifa einhverju fucking fáralegu dæmi sko. Þetta var fucking gaman, ég sé ekki eftir neinu því að máli með það, þú veist maður á ekki að sjá eftir neinu því að það er ok, jú, ég get alveg sé eftir einhverju en það er samt búið að koma með á þann stað sem er í dag ef þú pælir í öllu mistök sem ég hef gert alltaf fáralega sem ég hef gert alltaf heimskulega sem ég hef gert alltaf, þú veist óalltaf sem ég hef gert sjálfur mér eitthvað svona bla, skilur við það er búið að koma á þann stað sem ég er núna í dag skilur, þannig ég er bara, æfilega þakkláttur og sjá bara hvert það tekur mig lengra skilur, hvað mun ég vera eftir 5 ár, hvað mun ég vera eftir 10 ára, Fyrsta lagi á plötunni heitir Komin aftur Ég komin aftur, já Af hverju komin aftur? Er þetta smá comeback? Gauður, ég segir svona svo fyndið Hvað er með? Komin aftur er, málum með það er svo mikið lag bara fucking komin aftur skilur, bara komin aftur og það er djúpsaga baka þetta maður það var svo epic þegar við vorum búin að mixa þetta lag og það var fætin hjá Gunna Gunnar Nelson fætin bara núna í desember? Já, núna í desember og við vorum að blasta komin aftur og Gunni fucking vann hennar fæt og við vorum bara eitthvað þetta er allt eitthvað svo awesome eitthvað af því þetta er eitthvað með bara svo mikið
þú ert bara komin aftur, þú getur fengið svo mikið út í þessu lagi, bara eitthvað svona reiði og metnað og bara eitthvað svona ambition, bara að þú sé bara komin aftur, svona svo þú sett í gymminu, þú getur hlust á lagið í gymminu og er bara, ég er bara að keppa okkur móti, skilur, ég er bara að hlusta á lagið, skilur, ég er að fara að fucking koma aftur, ég er bara að make a entrance aftur, skilur. Mér fannst það bara svo fyndið að því að fór ekki mikið hugsa lagið sem þannig lag eftir fætina skunna. Já, þetta er nefnilega alveg intense syntharnir og hérna... Þetta er mjög aggressíft lag, skilur, þetta er bara, þetta er svona, það er attitude, ég bara fucking, bara segja, skilur, ég bara... Er þetta harðasta lagið á plötunni, eða ekki? Jú. Ef þú fattar hvað er að fara, svona harðasta? Já, svona mest edgy, það er svona... Finnst þetta að vera klúbbaplata? Hvað er plata? Já. Þú veist, ég minna, það er ekki margir svona eins og trappa eða þess að þar. Nei, það er meira svona svo komin aftur og síðan eitthvað svona kannski. En málið með, þú veist, ég er ekki búið til tónlist til þess að vera mainstream. Ég er búið til tónlist til þess að, þú veist, ég er búið til tónlist til þess að, þú veist, ég veit það ekki einu sinni, bara ekki til þess að vera mainstream. Þú veist, ég vil ekkert eitthvað, ok, jújú, vissulega gerir ég líka lög sem eru, hugsaði bara, ok, þetta er bara klúbbalag núna, það er búið til klúbbalag núna, skilur en þetta project er bara svona project, þetta er bara plata, skilur En eins og Ungir strákar, er það vinsælasta lagið þetta á Spotify? Það er allan með yfir 1.000.000 hits. Ég held það. Síðan er, þú veist, Leika komið yfir 1.000.000. Er það? Trappa er að fara í 1.000.000. En Leika var svona vinsælt? Leika var geðveikt, það er ekki bara kíkja hvað það sé komið 1.5. Já, tjekka það. 1.5? Já, tjekka maður. Það er líka leið og ég heyrði það lag, þá þú veist, eins og ég sagði þarna með laglínuna, maður bara svona heyrði, hvað er þetta? Og síðan, manstu, út af því þú varst að lefa mér að heyra það og síðan bjóstu til hérna millikaplan, eða þú veist Baby, þú það sé tíma með mér Nákvæmlega Hann kom vel eitthvað óvænt inn í þetta Nefnilega, sko, hann var nefnilega ekki til strax, sko Þegar við tókum myndina fyrir þetta, átti þetta lag að heita Með þig, eða ekki? Er það? Já, bjóst til svona eitthvað Já, ég bjóð eitthvað Við vorum einmitt að skoða annað coveri sem ég gerði demo cover að því, það var svo fyndið maður sagði, ég ætla að kíkja hana Flóni Alvöru coverið var samt alveg það var wild Það var fokki gaman fórum og tókum það var svo geðveikt Já, það gleymist að hérna Hvað er það? Ævar Stefnir? Já, Stefnir, djús kongur maður Hérna, eldurinn á þeirri mynd hann er ekki tekinn á Google hann er alvöru eldur fórum og kveiktum all hressilega í með slökkulismanni það var frekar nett upplifun frekar það var skemmtilegt það var nefnilega frekar bara svona wow bara, þú veist fórum inn í gám og fýruðum upp í hlutunum bara kveikt í gluggatjöldum hana og svo allt ykkur með reykur út og við eitthvað að beigja okkur ná okkur myndum hana síðan líka hérna síðan var hann að tala sko hvernig þeir vinna slökkviliðsmenn að vita alltaf hvar veggurinn er fylgja alltaf veggjum við erum bara komin í ykkur á massa reynslusögur sker í dæmi maður það er bara respekt á alla slökkviliðsmenn maður for real sko shit sko. Þetta er ekki joke job sko þetta var geggjað það er alveg rétt en Leika er komin í 1,3 1,3 og Ungir strákar er að tikka 1,5 Er ekki smá techno sena þetta í gang núna? Maður sé bara eins og með upp til hópa og allt þetta Þetta er bara, þú veist, það er bara til margar mismunandi tónlistefnir það er, þú veist, þú pælir í þú veist, ef ég nota ekkert eitthvað rosalega falleg orðina en þú veist, Deep House og techno var mjög vinsæltinn á sínum tíma í góðærinu í Íslandi þá var bara góðæri og allir að djama allir að fucking djama, sko Riksuðarnar komur á kreik, sko fólk veit hvað ég á við, það veit ég en það fylgir svona smá þessu þú veist, þunga bassa og þú veist, kickinu og bara en hérna eins og ég segi bara, þú veist ég er bara að gera mitt og aðrir gera sitt þú veist bara, þú veist svona aða núna eins og Club-Up-strákunni komið núna með svona nákvæmlega skilur, en það fyllti líka upp í svona gap, skilur, það vantaði svona smá það átti ykkur eftir að taka svona, þú veist að það var búið að koma, þú veist, Aron kam með lagið sitt annað fyrsta Engin Móral típarsversinni sem byrjaði þetta svona smá síðan kom Ungir strákar síðan komu fleiri eitthvað svona, þú veist, upp til hópa
hjútslag og síðan koma, þú veist, þeim með juice menu skilur, og það er svona, þú veist, það var svona final dótið held ég af svona þeirri svona senu, þú veist, það var búið að inputa þá senu, síðan kom hann eitthvað sér Bjössi og sætt maður, það er í gangi núna já, og þú veist, ég held að svona Sprite Zero klan líka svona svipaðir, þú veist en þetta, þú veist, það er bara það sem þeir eru að gera, skilur við, bara þeirra ég er svona meira, þú veist, ég er með aðra tónlistastefnu, skilur já, algjörlega, engin ástæð fyrir þig eitthvað að reyna að mergeða þetta en ég er ekkert að segja að, þú veist, fucking lit gaurar, skilur, bara fucking halda áfram að jamma og bara fucking gera svo vil, ég veist, elskar fucking klötupstakar, ég bara fucking Brynjar og Aron og fucking bræði mínu þeir eru mjög finnir yndislegi gæðar, sko, fucking dýrska, sko Brynni í Vestló, sko, þetta var bara finnasti gæðin á göngunum, sko já, ok, Brynjar er bara big bro, sko, ég og Brynjar bara og Aron og bara allir stráðanir, veist við erum allir bara, þú veist, eins og okkur fjölskylda, sko, það er eitthvað svo krúklega við þetta allt, að við erum allir bara svo góði vinir, sko, við erum allir bara, þú veist við erum alltaf til staðar fyrir hvort annað og þú veist, sama hvað, skilur, og er eitthvað vonda í gangi eða eitthvað, getur alltaf leitað til hvort annað, skilur. Ég held að sé mitt geðið líka fyrir bara þig og þá náttúrulega alla að geta verið með einhverjum í þessu, þú veist, að þú sért ekki eins og tala að þú hefur ekki verið mikið í kringum fólk, bara að geta verið með eitthvað til þess að hafa álit á þessu eða til þess að bæta tónlistina þína, einhvern sem að kann að mixa, einhvern sem kann að hljóðfæri, þú veist, bara að vera með smá bara vera inn í smá bransa, sko. Vera bara í kringum gott fólk, eins og ég segi hraðar. Viltu að góðu fólk kringum mig, eitthvað sem að styður við á bakið þitt og síðan segi átti draumum að ná langt, allir sem ég þekki eru búinir að ná langt, bara, þú veist, allir bara búin að gera gott í lífinu og allir bara, þú veist, hamingsamir og til að styðja hvern annan, skilur við, bara fallegt. Þetta er bara fallegt. Þetta er bara fallegt, sko, það er ekkert ég og mig frá mér til mín, sko, það er bara Þetta er bara við, þetta er bara einn heild. Þetta er bara við, skilur, þetta er bara við strákanir, sko. Langaður að plugga tónleikunum þínum hérna í lokin. Ertu ekki að fara að halda eitthvað? Ég sá það í gær og varst að auglýsa tónleika. Úff, ég get ekki beðið, sko. Þú ætla líka, þú varst alltaf að horfa á það sem bara smá svona act. Það er bara final bossin að þessa plötu, sko. Fyrir þessa, þetta er svona útgáfa tónleikar með sjói, skilur. Þetta er bara sjó, ég er að hanna, þú veist, við erum að setja upp sviðsmynd, svaka flott, skilur við. Líka ákveðið risk, þú veist, það er ekkert sjálfgefið, bara eitthvað að geta hentið okkur vent í Austurbæ og bara búist við að fólk komi og horfa að spila, skilur við. Það er bara, þú veist, geðveikt, eða það bara hefnast og tekst, skilur við, en bara þetta er bara eitthvað svona upplifun sem ég langar að koma fólki bara svona inn í minn heim, skilju, bara er þarna bara tónleikunum og bara, þú veist, enjoy the show, skilju, bara, þú veist, þau með að búast í ógeðslega fallu og flottu og orkumiklu sjói, skilju, ásamt bara flottu production í kringum varandi bara með sviðsmynd og hluti, sko. Já, það sem hérna fólk sem er að gagnrýna og ekkert endilega eitthvað fólk sem er að gagnrýna þig eða eitthvað, og ég vil ekki eitthvað gefa þeim myndum fót, ég vil ekki ganga út frá því að sé eitthvað fólk að gagnrýna, og ég verð ekkert var við það, en ég veit alveg að fólk hefur alltaf skoðanir og öllu, að þú mátt allavega eiga það að þú veist, þú ert að gera eitthvað, það er málið, og þú ert að taka mikrofón og þú ert að syngja hann fyrir framann áhorfendur, og það er krefjandi og maður er feiminn og maður fær sviðskrekk, en þú gerir það samt, þannig ég alveg dáist að því í þínu fari að hendi í þetta. Og það er líka máli, hugsaði bara hvað er líka bara geðvett því að næja afreika það, skilur. Þetta er, þú veist, þá er ég líka svona smábúin að uppfylla fyrir mig sjálfa en bara, heyrðu, ok, næstu tónlistarmaður eða eitthvað, skilur. Af því að ég hef alltaf bara litið á mig bara, ég er bara eitthvað svo, þetta er allt búið að gera svo hratt, skilur. Bara, þú nærði einhvern veginn ekki að catcha upp við allt sem er að gerast og þú sett bara, þú veist, tónlistarmaður, skilur. Þannig að geta haldið eitthvað svona tónleika, skilurðu, það er svona milestone fyrir mig, skilurðu. Algjörlega, sko. Og, veist, fleiri milestones eftir að koma, skilurðu, það er fullt að geggjum, er ég að spila partí hann undir? Ég það ekki. Það er náttúrulega í Airpodum, já, gott. Jesus. Background music. Það er bara svona, þú veist, þetta er ákveðið milestone fyrir mig, bara að geta
fengi bara aðdáendur og bara fólk bara til þess að koma og hafa good time, skilur, bara eina sem ég vil, bara koma með góðskapið og þú veist, hafa gaman, skilur, bara eitthvað, ég veit ekki, og ég er alltaf búinn að setja mikið metnað og mikla vinnu í að reyna að gera þetta og þessa plötu og ég vona bara að það skili sér og verði bara eitthvað magnificent. Klálega. Hvað, 15. febrúar, tónleikar? Já, 5. febrúar í Austurbæ. Geðveikt. Bara til hamingju með þetta, Flóni. Platan kemur út núna á miðnætti, miðvikudeginum 30. Já. Þannig hún kemur út 31. Þetta er svo rugglandi. Ég skil alveg þetta, veist að ég vil alltaf meina að það sé það sem dagur. Já, ég skil þig. En þannig þegar henni 31. gengin í garð þá kemur hún út. Fattar þú? Já. Á miðnætti á milli 30. og 31. þá kemur hún út. Já, það er þannig. Ég er bara ógeðslega treðið með að fatta. Ég skil þetta. Þannig hefur búin að senda hann inn á Spotify og allt svo leys. Já, náttúrulega Sony er náttúrulega distributors. Fyrir þig. LFS og hérna, Les Frères, Leipulið og Sony er í samstarfi. Það er ekki að fara að negla þér á erlenda markað? Það er planið. Það er að fara að heyra þig á ensku eitthvað fljótlega? Kannski ekki á ensku, sko. Fake love? Freka bara, þú veist, eins og núna, þú veist, Filip Emilio sendi mér eitthvað demo og þá var hann með norskuna og ég var með íslenskuna. Nei. Geðið. Það hljóma bara fyrir nætt, sko. Eru þið búin að gera það? Já, en það meina ekki koma út, held ég, sko. Heldur hann geða út? Nei, þetta meina bara svona demo, skilur bara, þú veist. Hvað fíblast? Bara, þú veist, koma á kortið, skilur bara, þú veist, sína og sanna. Þetta er bara snýst það að sína bara, þú veist, að fólk, það sem ég vil bara, þú veist, geta sýnt fólki er bara að ástæða fyrir það kannski ég vill búið til tónlist með mér að því þú veist að ég set mikið metnað að reyna að gera góða tónlist, skilur ég reyna eins mikið að ég get en þú veist samt fyrir mig. Það er gott. Flóni, friki þykki. Takk hérlega fyrir að koma til hamingju með plötuna, kallið minn. Ég veit að þetta er stórt fyrir þig. Já, maður nokkar svefnlausar nætur núna eftir og síðan er þetta bara búið, svo er það bara frí. Þú kannt nú að slaka á, þannig að ég hef engar ágjörð að þú ferð ekki eitthvað gott frí, sko. Þetta er að fara í frí, sko. Ég þarf að fara í sólina, sko, og ég þarf að fá tann og helst geta tekið ykkur með mér. Eitthvað kursi. Þú er ekki að gera. Herðu, Flóni, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.